Góða kvöldið og velkom til leiks. Við ætlum að fylgjast hérna með einvígi á Íslandsmótinu í netskák. Góða kvöldið, kæru áhorfendur og verið velkomin í beina útsendingu frá Íslandsmóti Símans í netskák. Ég heiti Björn J. Karlsson og með mér í kvöld eins og áður Ingvar Þór Jóhannesson. Í kvöld verða tefldar 2 viðureignir í undanúrslitum keppninnar. Við byrjum á einvígi stórmeistarana Hjörvar Steins Grétarssonar og Guðmundar Kjartanssonar. Síðar einvígi kvöldsins einvígi alþjóðlega meistarans Björns Þorfinnssonar og stórmeistarans Helga Ólafssonar. Ingvar, við hljótum að geta átt von á spennandi einvígum í kvöld. Já, ég á ekki von á öðru. Hjörvar og Guðmundur, þeir hafa alloft telt mikilvæga skákir, oft þá kannski að keppast að vera Íslandsmeistari í kappskák. Þannig að þeir sækja einhvern annan út og inn og ég held að þetta geti orðið spennandi einvígi, þar sem að mikið af skákum mun ráðast held ég í tímaraki. Og fyrirfram ætti Hjörvar að vera sterkari þar, þannig að sjáum hvað setur. Guðmund náttúrulega veit að þessu og reynir að passa tíman. En ég held að þetta verið þungar skákir og getur orðið jafnlega spennandi. Einmitt. Hvað getum við sagt seinna einvígið? Það er svona þessu öðruvísi valdajafnvægi í því, myndi ég segja. Já. Að Helgi ætti að vera sterkari á svellinu svona almennt. En það er náttúrulega töluverður aldursmunur á þeim. En við kannski koma að því síðar, því einvígið er komið að stað. Það er komið að stað og við skulum fá bara upp fyrstu skákina. Það er Hjörvar sem hefur hvítt í fyrstu skákinni og er að splæsa hérna í London system. Já, er það eitthvað sem kemur okkur á óvart eða hvað? Já, hann er nú ekki mikið til London svona. Nei, einmitt. Ég spá í það. Tek undir það. Spurning hvort hann sé að reyna bara að velja eitthvað svona frekar þægilegt sem hann getur. Já, geti kannski farið beint svona tengt þessari strategíu sem við nefndum að hann býst við svona þurrum og löngum skákum þar sem menn eru svolítið að færa kallana til og kannski ekkert mikið að gerast taktískt og það sem að tíminn mun skipta máli og þá er hann kannski bara að reyna að fá eitthvað byrjun þar sem að hann bara getur svona nokkurn veginn eins og slettum stundum úðað mönnunum út. Já. Góð mönnunum hratt út bara og nota lítinn tíma. Akkurat, þetta eru 2 mjög trausti skákmenn og eins og segir skiptir máli fyrir þá að nýta tíman og skynsaman hátt því hann má búast við því að sá sem lendir undir á tímanum muni verða fyrir smá pressu. Hjörvar kannski þekktari fyrir að vera aðeins sleipar á klukkunni en Guðmundur hefur reynda sýnt í þessu móti hingað til að hann hefur staðið sig mjög vel í baráttunni. Hann hefur komið okkur svolítið óvart með tíman, er það ekki? Já, og við sjáum það strax hér að hann er með örlítið tímaforskot. Staðan í
já, svona nokkur jafnvægi myndi ég halda. Báði búin að koma mörnunum sínum þokkalega út og nú er það Hjörvar sem hugsar. Já, Tók út í einn. það er bara að trausta það, já, ég báðum eiginlega. Já, þetta er svona eins og við máttu búast. Þeir Já. eru svona Guðmundur með drottningun á G5. Ekki svona hendur bara drottningunni í burtu, líka bara biskup F4. Mhm. Leggur þetta B5, ok. Verið smá kýtluleik hérna við þetta peð á C7. Þetta er A7. Það er svona smá fram og tilbaka hjá þeim. Já, já, þetta var svona stutt aðgerð bara svona til að vinna smá tíma held ég. Og biskup F4 eins og þú segir og drottningin er þá líklega til að fara tilbaka, já. Já, þetta er ekki, það vantar svolítið í þessu stöðu þar sem við köllum að sko svona peðabrygg. Einmitt. Það er svona ekkert ljós hvar hvítur á að leika peðinu sinum, ef hann á að leika þeim. Svona, Hjörvarleikarnir síðast B3 og bakkar svo með rittarann. Guðmundur H5 og jú, kannski geti Guðmundur ítt þessu peði á G5 já, það er kannski við tíman. jafnvel auðvitað að tefla svettustöðuna upp á að þú getur allavega að fundið eitthvað plan með peðunum. Þú getur kannski svona aðeins öðrugga að fara fram með peðina á Kongsvæng. Hjörvar fór þarna með rittarann á D4 og hefur þá auga með F5 réttum. Þannig að nú fer rittarann tilbaka aftur, já. Það er svona hálfpartin að bjóða jættefli. Nei, hann leikur A3, ok. Gælur við að Getur leikið A3 B4, en hvað svo? Já, það er ekkert auðvitað að leika C5. Allt kyrfilega valda hjá Guðmundi sem hugsa núna. Ég er heldur ekkert vissum að hvítu vil endilega, ég veit hvítur opna alínuna, B4, dreppið. Er ekki bara svartu sem er fyrir Já, með hennan koma línuna? sterka biskup. Já, Getur svona svo loka þessar skálinu hérna með rittarannum, en já, já, ég er alveg sammála því að Guðmundur má vel við unna eftir byrjunina. Spurning hvort að Guðmundur sé þolinmóður og láti Hjörvar gera eitthvað eða hvort að Guðmundur fari í einhverjar aðgerðir sjálfur. þetta er tveir, já, þetta er, ég er rólega staða. Erfitt að gera eitthvað, þetta er svona, já, minnum að skátturinn í afkynni í Akrest einhvern veginn, sænsku stórmyndinni. Biskup H2, það er hálfgerður biðleikur hjá Hjörvari. Já, þessi biskup er nú búinn að fara tvisvar á F4-rittin, Já, tvisvar á H2, hann er fram og tilbaka. Hann er svolítið að býða átt þetta. Er Guðmundur nú að spá hvort að megi drepa á Finni 2? hlýtur að vera að hann hugsar. Já, það er jafnvel möguleiki. Já. Já, mér sé nú eiginlega bara sveitt með að gumma hana. Það tekur F2, kongur til drottur E3, svona og njá F3. Gæti, Nei, það tekið F2, hann getur tekið á B7. Já, hlýtur að vera. Já, Ok, hann gerði en það. þá getur hann skotið inn í drottur E3. Biskup dröpi B7 drónur E3, já. Og hvað svo? Kongur finnur 1 bara Kongur og F1. þykast ekki verið neinni hættu. Já, Sem er líklega bara rétt held ég. og biskup F4. F4. Og kongur H2. Nei, ég meina Þá þá er hann í drepur hann E2. bara. Þetta er bara F4, hvað er hann að gera? Já, hann hefur mistað þessu. Ég held að kongur F1 hafi verið málið. Já, Herri, þá, já, getum við eiginlega bóka að Guðmundur er að ná hérna í sigur í fullskákinni. já, ég meina, Og það er ég verður eiginlega að segja nokkuð óvænt fyrir mitt þetta. Hrókur að koma inn á E3 og biskup á E5 og G3 hefði dæmt til að falla. Já. H4 inn í myndinni, það er bara Hrókur E3 og Hann getur hann að skefa þetta peð hérna er biskup N5 og og ekki mikið eftir. Það er mjög öðvöld að auka pressun á þetta peð. já, þetta var skynsamlega gert hjá Guðmundi og hann beið eftir tækifærinu og greipaði leið að það gafst. Já, 1-0. já, þetta, mér segir næst eitthvað aðeins hjá Guðmundi. Nei, afsaki, hjá Hjörvari. Hefnaði fullkomlega hjá Guðmundi. Það var eins og Hjörvar hefði orðið svolítið planlaus í mittöflinu. Já, úðaði mönnunum út og svo gerist ekkert. Já, Það var að drottning á bragði á og það var spurning hvort að Hjörvar ætli að fara með biskup B4. Já. Biskup B4 núna er óþægileg leppum fyrir hvítan. Önnur leið fyrir svartan er að leika peði bara á C6 og hafa biskupinn kannski á E7 á D6.
Þá er að Hjörvar sem að hugsa hann leikur C6, já. Já, hann hefur þetta bara hefðbundið. Nokkuð klassist drottningarbragð sem að er líklega ennþá vinsalasta byrjun sem að telt hefur verið í heimsmeistaraeinvíum, Já. ef ég man rétt. Þetta er svona byrjun sem að nánast báðir eru sátti við, hvítur og svartur. Ég held að einhvern tímann hafi það staðið þannig að hún hafi verið teld í hverju einasta heimsmeistaraeinvíi. Já. Og við sáum hana núna daginn í EMI Gúkes og Ding. Á rétt. Riddari E4 er leikur sem er svartur leikur til þess að létta aðeins á stöðunni. Skiptir upp á pari af biskupum. Og þá er spurning hvort að Guðmundur ætli sér að sækja fram á miðborunum eða leika E4 einhvern tímann eða fara í einhverja minni hluta árás á drottningvagnum. Það eru svona valkostinir. Já, þessi 2 klassísku plön. Annars vegar að fram hérna með B-peði, minnilutárás og hins vegar að reyna að byggja upp einhvern veginn að íta þessum peðum á miðborinu. Hann velur miðborðsárásina sýnist mér. Já. Mundi byrja að fara að leika F3 og einhvern tímann 1-4. Biskupinn fyrir að finna 5 sem að gengur upp af því að þótt að sé onni hérna að þá eftir F3 ef þetta er á D2 þá er onni á F1 þannig að hvítur hefur ekki tíma til að skjóta inn hérna einhverju millileik. Leikur nú samt F3. Þá má búast þeir stofnið til uppskipta á 2 pörum af mönnum í viðbót. Þannig að við viljum taka C3, allt takir þá ekki með peði sem að já, tónar vel við þetta planalega E4 því að nú völdum við þetta D-peð. Já, það finnst mér. Mér finnst nú Guðmundur geta verið nokkuð sáttu við byrjunina. Ok, C5. Það er spurning hvað það Guðmundur leikur E4 samt og við fáum svona nokkuð sterkt en kannski er lítið viðkvæmt miðborð. Hann tekur slaginn og fær núna þessi miðborðspeð, ansi sterk en Hjörvar byrjar á því að valda hérna fyrir ekki að leppa hérna D-peði. Og Guðmundur leikur E5, já. Fyrir E5. Og þá er spurning hvort að má drepa þetta peð eða hvað? Nei. Það er hérna. Hann drepur þetta með hrók, það sé sjálfsögð. Já. Það er sjálfsögð rétt. Já. Ég meina riddari D5, kemur þá riddari E4 eða hvað? Já. Það fer á G4. Hótar þá núna Já, þá hótar hann að drepa E5 og út af leppunni. Þá hittu nú við. Má hann taka á E5 onni á D2? Já, er það ekki bara? Já. Getur verið að gummið sér að svona í smá vandræðum. Riddari drefur E5, já. Á Guðmundur eitthvað klókt? Nei. Króka móti bragði. Sjáum ef við leikur ekki svo riddari C4, þá geti þessi riddari bara bakkað á. Já, C6 eða G6. Já. Það sem hann valdar þessa drottningu. En hugmyndin hjá Hjörvari með þessari tímabundu mannsfórn er að riddarinn á D2 er óvaldaður. Já. Og verði allsherjar uppskipt á E5 þá fellur þessi riddari á eftir. Hjörvari er þá peði yfir og hugsanlega 2 af því að A-peðið er veikt, þannig að ég myndi að halda að það væri mjög vænlegt ef ekki unnið hróksanantafl. Þannig að Guðmundur hlýtur að þurfa að halda mönnunum inn á borðinu. Já, og en nú erum við loksins að sjá tímafórskott í skák í einu í fyrsta skipti. Ekki mikið, hálfmínúta, en það er þriðjungur af tímanum sem að Hjörvar á eftir. Já, við sáum það í einvígi Hjörvars og Jóhanns Hjartarsonar að Hjörvar var mjög sleipur á síðustu sekundunum. Nú held ég að þessi orðið ansið vannlegt bara hjá Hjörvari. Þessi staða. Já, það lítur að vera. Og jafnvel spurning hvort að meðleika drottning C5 skák króku D5. Setta bara á þetta peð hérna. Það hefði reyndar hún á B7 sem ég gleymdi. Þannig að hann byrjar á að passa þetta peð og Guðmundur kemur kóngum í skjól. Veik og leiðileg skálína, vildi ekki lenda í einhverju skák hérna.
dróning eina 6, undirbýr jafnvel hrókur D5 næst, reynir hreinlega bara að vinna þetta peð hérna, Já. en hvítur getur kannski þá leikið hrókur F5 eða hvað, Og þá maður kannski bara leikið F6 og hrókur B5. Já, Ok, hann fer með hrókin á C5. Kannski svona aðeins til þess að byrja með F6 leikurinn hangir ennþá yfir honum. já, Um, og hefði spurningu eftir F6 hvort að hvítur hefði mátt dreif með peði, dróndur B4, F7 skák. já, væri að forðast þessar Það er flækjur. einhverja flækjur, það er óþarfi fyrir svartana. Það er flækjur, aldrei að fórna með unni, sagði einhver. Jóhann Hjartarson. Það er rétt. Já, já. Já, það spurning hvort að Hjörvar sé eitthvað ragur við að opna kongstöðuna sína með F6. Hrókur C4. Og heyrðar Stendur líklegt þetta búið að Já. hyrða þetta AP, já. Einu möguleiki Guðmundar er að þyrla upp einhverju riki á kongsvagnum. Hvað með núna skák, hrókur A1 og hrókur E1. Við með hrókin á D4. Setur drókninguna, drókningin má ekki taka hrókina þegar þá fellur þessi hrókur tilbaka. Samt spurning hvort að hvítur eigi að gera það, leika svo E6 Já, sem að gerir. hvað hristi upp í þessu. En ég held að það er nú skamt. Við ættum að geta leikið leik eins og, Já, hann má ekki leika F6, þá kemur drókning D7. já, Ok, Guðmundur náði allavega að opna Ok. kongstöðuna smá. já, þetta er nú smá, hérna, progress hjá Guðmundi. Það nú er kóngurinn Hjörvar svo veikur, það gerir úrvisluna miklu erfiðari. Hjörvar þarf eiginlega að ná að skipta upp á drottningum einhvern veginn. Til dæmis ef hrókur eitthvað það áðan drottningi E5 hefur það vantanlega baka verið. Ég held að verða að leika H5 núna, já. Drottning sér 6. Guðmundur þarf að halda mennunum inn á. Guðmundur á 16 sekundur eftir. Já, nú fyrir tíminn að skipta máli. Hrókur finnur 3, drottning er 7, nú er hann í H4. Við hefum 10 sekúndur til að valda það. Hrókur finnur 6, drottning F5 skák, vantanlega hrókur, nei, Er eina eitthvað tveir, mátt í já. þessu? Ég held að megi fara á, ég held að hann hefði mátt fara á H3, en ok, fyrir á G. Þá átti hann kannski drókning G4 og svo hrókur í E2. Já, rétt. Ég mista skákina G4, Að minnstakosti einhver uppskipti í því. en núna er drottning D lítur nú að vera leikur. Hrókur F1 lítur út frá að vera þingað. Já, núna er hann að... já, ég er samt ekkert svo viss um að... Nei, hrókur E7 er mjög tröstuleikur. Já, Hóta hrókur F7, drottning G4 skák. Nei, hann leifir alltaf hrókur F7, hann leikur A5 fyrst, já. A5 fyrst og þessi ekki onni peði þarna á A7 og nú má hann leika drottning N4. Kaup og þessi peð þurfi ekki eins og kongin, hrókur B4, A4, B5, þessi peð færa sér sjálf. Þetta er þekkt, Já, autopilot. autopilot. Þannig að hérna hefur við vona á að, ég átti nú vona að Guðmundur bara að gefa þetta en, but ok. Er hann að gæla við eitthvað skona Patrik? Nei, ekki finnst hann líka kongi 2. Hjörvar gefur engan afslátt, Nei, fyrir nei. eitt peði viðbót. Það hlýtur Guðmundur að gefa þetta. Lengsta skák sem ég sé síðan Erlingur og Jón á Íslandbólti í hraðskakáðan. Já. Og Guðmundur gefur, Ja. staðan er 1-1. Já, já. 1-1, já, mikilvægt fyrir Hjörvar að koma strax tilbaka. Guðmundur náði þarna í óvæntan punkt í fyrstu skákinni með svörtu. Þannig að nú fyrir Hjörvar í svona aðeins hefbundari byrjunir, hann fer í hann teflir drottningabræðið og Guðmundur fyrir semislagan og við fáum uppskiptaðbrið í drottningabræði, meðlega sama voru að tefla á hann, bara með skiptu litum. Já. Og biskup F5 og biskup D3 og fáum uppskipt að hvítar þetta biskupunum. Ég held að það verði svolítið svona þessar skákir svona Já, ég hrættur um það. svolítið þungar. Svolítið þungar, já. Og hér myndi ég skjóta á að Hjörvar Steinn færi í minnihlutaárás. Já, gerir það, okkur B1. Já, gaman að sjá allavega mismöndu plön í þessu, það getur verið lært á snitt fyrir
fyrir unga efnilega skákmenn og upprennandi skákmenn á öllum aldri að læra svona plön í svona þekktum peðastöðum á byrjunum og Guðmundur sýndi okkur hérna ég fara með á miðborðinu sem reyndar á endanum klikkaði hjá honum en hérna fyrir Hjörvar í Atla í minnihluta ára en blandar henni eiginlega við þriðja planinu sem kennt hvern? Herra Sólustúri? Ég myndi nú kenna þetta við Harry Pillsbury. Harry Pillsbury er korrétt. Þetta er svona þessar 3 helstu og frægustu plön. Þetta riddari FM plan er ekkert alltaf í boði og sérstaklega kannski að því að menn ég voru á tímabili frekar fattar að hafa riddaran hérna og E2 frekar hann F3 í byrjunni þannig að þetta er plan svona sjálfgjafara. En ef hvítin er að leika einmitt riddari F5 og F4 og valda það býður upp á svona ýmsa möguleika. Einmitt og halda valdi á E4 reitnum. Oftast er nú hvítin með biskup á D3 sem stiður kannski meira við einhverjar aðgerða á kóngsögnum. Algjörlega. En ef við sjáum líka að þessi E4 reitur getur verið leiðilegur svartur gæti jafnvel í einhverju stöðum hent riddarinn á E4 og leppa svona riddara á E5 í einhverju stöðum. Og við sáum að Hjörvar eitt eða tími að leika A3 vantilega eftir að koma fyrir að svarti biskupin fer á B4 og losaði sig við riddaran. Svartur myndi vilja skipta upp á þessum svartur biskup fyrir þennan riddara af því að þá fengi hann þennan reitt betur á sitt vald. C5 má ég taka á D7 með riddara og taka svo C5 og vinna peð á D5. Já, það myndi ég halda. Maður er alltaf að passa þegar maður leikur svona leikjum að maður sé ekki að veiki eitthvað. Gera það ekki. Hjörvar gera það ekki. Það er nú að Guðmundur sé að sleppa. Drókning Bjarni 1. Nú hótar Hjörvar mögulega leika F5 og Býtu 8. Nei, drókningi var á D3. Já, hann var að setja drókninguna hvað er að mér. Já, hann hótar mögulega, F5 og taka svo D7. Taka D7. En það passa samt. Nei, hann má bara taka D7 beint. Já. Sýnist það svona, það er eitthvað biskup. Það er drókningi E3 úr einhverju stöðum. Já. B5, Guðmundur sækir fram á drottningavagnum, það er eðlilegt. Og svo riddari D7, F5, getur að tekja F2, nei, E3, biskup F2 og svo taka D5, hann leikur því. Og tekur á D7 og ætlar það væntanlega að gefa hann tvípæð. Og ef hann tekur á D5, biskup bara H2 og drottningur D5 á eftir, hvernig er það? Er það ekki fínt á hvítan? Ekki fínt að geta svo lengur en E4 og með fallegt miðborð. Getur svo farið bara með hrókan í ykkur aðgerðir held ég. Drottningun á C til að setja peðið H6. Ég held að hann eigi að gera það. Lítur vel út. Taka á D5. Sem hann nú gerir. E4 kemur núna undir eins. Immediately. Hrókur F4, já, ok. Býður aðeins. En þessi leikur kemur nú vantanlega samt. Ég er ekki bara E4, drókning C. Já, ok, hann byrjar náttúrulega á leppinan hrók. E4, drókning D6, drókning C. Og þá fer ég nú bara hótalega komum við eitthvað burt og hrókur H4. Ef ég næ þessu þeirri uppstillingu og hrókur H4 þá er þetta orðið ansið eftir svartan að valda þetta. Gæti reyndar sett hrók á G5 sem ætti að verjast. Já, G5 lítur vel út fyrir hrókin. Og það er reyndar ákveðið mótspil líka, þannig að þetta er kannski ekki alveg ljóst. Þetta er kannski bara allt í lagi. Áttar mikið á því hvað mótspil á G-línunni og lokunin á þessari skálinu, hún er. Ég held að þetta var Guðmundur sé ekki að vera mát ef hann kemur hróknum á G5 og næra tvöfaldar svo. Hann kannski bara hlúmst allt í lagi með þetta og gott betur fyrir Gumma. Nú hótar hann bara tvöfaldar hrókana. Sýnist Hjörvar ekki alveg sáttur. Þarf Hjörvar að bakka í vörn núna. Eftir hróknum. Er ekki E5 næsta dagskránni hjá Hjörvari eða hvað? Já. Þarf nú að byrja að valda þetta peð. En nú múið spurning, er ekki hrókur D1 á einu leikurinn ef ég þarf að valda peði? Þá getum við kannski fengið þráleikjaðan fjölugunum. Já, það geti Guðmundur mögulega
endurtekið stöðuna og spurning hvort hann vilji jafntefli. Mér hefur nú yfirleitt Guðmundur svona vera yfirleitt bjartsýnn á sína stöður og yfirleitt ekki að semja mikið að jafnteflum. Já, við sjáum það núna, hann leikur bara A5, hann endurtekur stöðuna ekki. Þá telur hann stöðuna greinilega vera betur á sig, sem ég ekkert vissum að sé rámt hjá honum. En nú F5 kannski orðin hótun. Já, það er erfitt að stoppa. Erfitt að stoppa það núna. Herði, já, Gummi búin að hafa miklu betur tími í þessari skák, að mjöna mínútu. Það er nú aðeins óvænt. Já, heldur betur. Hjörvar komin í 26 sekundur. Ég held sér líka erfitt fyrir Hjörvar að fara að íta þessu epi. Já, hann gerir það samt. Já, hann gerir það. Já. Já, hann gerir það þarna og fórnaðepiði. Já, ég held að... Nánast engan tíma. Ég býði nú aldrei svið. Það býðum aldrei þessu. Hvað er hann spá? Dreipur E6. Og vinna síðan peða. Já, ok. Já, dreipur hann til að vinna næstaks peði, þannig að allan dreip ekki bara ekki neitt. Hjörvar að tefla upp á jættefli núna. Já, ég myndi halda það. Guðmundur ennþá yfir mínútu. Merkilega skynsamar á klukkunni. Mögulega meðvituð ákvörðin hjá honum að vera var sig. En nú vinnur Hjörvar peð tilbaka og... Já, þetta var kannski smá, var þetta ekki óþarfi, eða hvað? En nú held ég að, já, jættefli að vera svona nokkuð borðleikjandi. Þetta verðist að leysast upp eftir... Hrókur sé 2 kannski, skákar. Já, bara vinna smá tíma held Já, hann getur líka haldið áfram að skáka. Þetta er góð leikur sko, því hann er að þynga svartan í að fara með kónginu hási og náttúrulega tefla þetta áfram. Því hann skákar hann bara á gefa aflínunni. Já. Og ef Hrókur fyrir það náttúrulega rúnlega C4, hann verður að fara hási og gerir það. Hrókur D4. Hótar að fara upp á D8. Já. Smá lúsina. Ekkert En alveg. betur, Hrókur D8 núna. Akkur ekki Kóngur F7. Hrókur F2 skák. Kóngur W7. Já, hótar hróknum. Já, leið, já. það er rétt, já. Já, og þá getur hvítur ekki skákað Hrókin á því að kóngur hefur sett Hrókin á D8. Það er rétt. Af hverju, já. Hver er að reyna að vinna og af hverju? Já, Hrókur E6. þetta getur farið hvernig sem er núna. Tækir nú svart núna eins og er. Svörstu peðin Hættulegur. líklegri. Já, líklegri fyrir peðin hjá honum. Nú allt í einu hótar hann að hoppa hérna inn á D2. Tíminn skóta skamti hjá Hjörvar að vera að fara að leika ykkur. Hann er kongur H3. Guðmundur ennþá nægan tíma. Hrókur D2, hann dreipir Hrókur D2 og dreipir Hrókur D4 og nær jættefli. Já, ég held að það sé ekkert sem getur komið. Eða þess að vera komið það langt að það er ekkert vesen. Það þarf bara að passa að hérna leika ekki konum á 4 rauðröð, þá hefði komið Hrókur C4 skák og Hrókur D4 og brotið valdi hjá hróknum á frípeði. En núna bara kongur E2 rauð jættefli. Nú kemst hann á E3, þetta er hans öðru sem aðan. Það Já, já. falla bæði peðin og þá er þetta að fara að semja. Það leysast upp og þá geta það nú bara samið. Gera það. 1,5 eftir 3 skákir. Já, Allt í játnum. þetta ætla nú að vera meira spennandi kannski heldur en veðbankar gera ráð fyrir. Já, lengjan var með Hjörvar líklegri fyrir viðrunina. Já, við vorum með cirka tæpa 3 í stuðul á Guðmund og 1,3 held ég á Hjörvar. Hjörvar hefur telt þetta afbyrðið áður, hvort ef hann telti ekki móti, ég var ekki innvíðin á móti Vigni hreinlega. Já, hvað það ekki? Ég man eftir þessu, þetta er svona, já, svartur gefur biskupaparið en fær svona öra liðskipan hérna, kemur hróknum strax í spilið. Já, hann gefur Hróka. hann að vandræða biskup svona snemma bara. Já.
Og Guðmundur hefur þá biskupa parið og nokkuð frjálsar hendur en Hjörvar nær að ljúka liðskipuninni sem að Svartur er stundum í erfiðleika með í katalónskri byrjun. Já, Og þetta er nú staða svona sem er auðvitað að tefla kannski fyrir hvítan já, ég tæki vel og lengi. nú hvítan frekar hérna ef ég þyrfti að velja. Það er þetta að júðast á þessu með biskupa parið og ég eins og Ingvar nefndi áðan, hann má búast við svona löngum stöðubarðaskákum eins og virðist vera raun gerast og þá er gott fyrir okkur kannski að eiga einhverja góða sögur til að segja ykkur kæra áhorfendur á meðan. Varst þú með eina slíka? Nei, reyndar ekki. Þetta ekki, en Kannski var að finna upp einhverja sögur. Hjörvar sækir fram þetta drottningavagnum B5 og kannski ætti að vera nokkuð sáttu við útkomin út úr byrjuninni. já, ætla að sé ekki að reyna að tefla svolítið upp á hann. Séþrúritt eða hvað? En að fara bara með biskupinn á Finnur 6, já, hann gerir það. Nú er kannski í stöðunni möguleiki fyrir Hjörvar að reyna, eins og Ingvar nefndi, að herja á C3-ritin. Já, til dæmis ef þetta peði væri hérna B4, þá getum við bara tekið hérna á F3, B2 og hent svo riddarinn minn á hennar reit. Já, Það það getur er bara verið veikleiki í hvítistöðunni ef að Svartur nær svona ákveðnum uppskiptum og aðgjörðum. Og það er til dæmis bara B4 leikur núna eða tapar hann peða því að hann leikur bara H6 rólegur. Það var spakur. Heldur ímsu opnu. Já, Nú gæti þessi riddar á leiðin á C3 þannig að hann Guðmundur tekur hennar riddarann og sagði að hann fari inn á C3. Það er búið að vera svona, það sem Svartur hefur verið að tefla upp á hérna í stöðunni. Ég held að sé nú of mikið að fórna að skipta með hérna á C3 núna. Já, Þannig að Svartur, já, spilum hvað hann gerir. Drottning eða hrókur C6 kannski. já, er ekki eðlilegasti leikurinn bara. Bara að reyna að halda línunni, þannig að drottningin valdi hrókin. Gefa hann ekki á auðvitað eftir. Þetta er fjórðaskákin, það ekki rétt hjá mér og við tökum einlega pásu eftir fjórðaskákina. Við gerum það. Létt auglýsingarhlé. Og við erum hérna eins og alltaf í boði Lengjunar, Símans, Kollab og Ljósleiðarans. Rétt. Það er drottningakaup. Mér sýnist að við séum að stefna í Er það snembúið auglýsingarhlið bara? 2 auglýsingarhlé. Allt jafnt eins og í heimsmeistararenninu. Það sem er Ding og Gukash. Það var skipst á sikkvara vinniskákinni og keypt jafntefli í fjórðaskákum. Það er staðan 3-3. Þeir eru báðir með flest peðin sína hvítureitum. En ég held að þetta sé nú, já, erfitt að finna eitthvað target fyrir biskupana. En Gummi þrjóskur, Já, hann er eitt sá allra þrjóskasti þegar kemur að því að já, ég held að tefla þetta áfram en ég sé nú ekki alveg upp á hvað hann ætti að tefla. Þannig kannski að hugsa um það að Svartur það kannski einhver tími ég valdi þetta D4-peð og hann hafi kannski svona aðeins fríari hendur. Já, Hjörvar vantilega smeyku við inngöngu hvíta kóngsins á kóngsvagnum hann. já, eina lúsin í þessu er einhver svona ferðala hjá hvítakóngnum. Þess vegna kemur kannski örlítið óvart. Já, ok, nú tekur hann alltaf með G-peði. Losnar þá við, hann tekur með E-peði. Já, ok, ég vildi nú losna við hennar veikleika hérna. Já, ég verði að segja, þetta kemur óvart en kannski ætlar hann bara að setja kóngin á D5 og biskupinn á E7 og Já, hann nær því núna, halda vellið þannig. eða hvað? Kóngur hér. Já, kóngur G3, kóngur D5 og svo bara eftir kóngur H4 og skákar hann bara í burtu. Kóngur finnur 2, ekki veit ég hvert þessi kóngur er að fara. Nei, ætla að vita það nokkuð sjálfur. Kannski ég verið á drottningavangin en það er Já, lítið eftir í þessu. þetta sé engin strætabyrstu á drottningavagnum. Já, þetta fer svona svolítið Já, eins og við áttum von. Já, þungarskákir. Og Gummi er svona algjör andstæða við hann Ding, heimsmeistara.
sem að eiginlega bara getur alltaf beðið að ná jafnteflum í staðist að reyna að þynga eitthvað fram að stöðunum. En jæja, semja loksins. Staðan 2-2 eftir 4 skákir og við förum í stutt auglýsingarhlé. Kæru áhorfendur, komum aftur eftir skamma stund. Ekki fara langt. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýpa. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta að ferði hálfgetur rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Frábær sending hjá Dagnýju Brynjarsdóttur. Og Fanndís í færinu og Fanndís Friðriksdóttir að skóra! Stórkostleg hjá íslenska liðinu. Ísinn brotinn. Já, velkomin aftur. Við erum að fylgjast hérna með einvígi Hjársteins Gretarssonar og Guðmundar Kjartanssonar í undanúrslitum Íslandsmótsins í netskák. Staðan 2-2 eftir fyrstu 2 skákinnar og það má segja að þetta hafi verið svona eitthvað tíðinda lítið, stál í stál bara. Já, algjörlega stál í stál. Það er að tefla traustar og róla byrjunir, ekki gefa mikil færi á sér. Og já, áframhaldandi svona eða hvað? Já, það er ekki líklegt. Ekki nema, spurning hvort að menn sé að geima ykkur leinuvopn okkur sent í einu. Já, spurning hvort að reyna að hrista eitthvað upp í þessu þegar aðeins liðið á þetta.
Já, en þetta er bara stefnir í að ætla að vera jafnt og spennandi og bara spurning hver grípur gæsina þegar hún gefst. Guðmundur búinn að vera mjög skynsamur í tímanótkuninni sinni. Hann Já. ekkert lent í neinum sérstökum vandræðum með það. Báðir búin að vinna sikkvara skákina, 2 jafntefli, mjög jafnt eins og við segjum og við býðum eftir að þeir félagar hefji skák númer 5. Minnum á það að sá vinnur einvíðið sem að fer fyrst yfir 5 vinninga, verði jafnt 5-5, þá förum við í bráðabannaskák. Já, það er mikið í þessum D4 og C4 byrjunum og fá hún líka D4-una. Hann fer aftur í Londonu sem að virka nú ekkert sérstaklega. Og Nei, ekki þannig. Ég persónulega hef nú telt þetta London ansi mikið og mér finnst akkurat þetta setup, það er svona svipa setup og Guðmundur með. Ofta er þetta tefla á móti því. Það sem tefli eiginlega bara London eftir D4 og D5 í fyrsta leik. Að Svarta geti ekki stilt upp svona góðu ready setupi. Og þetta er bara mjög svipað á fyrsta skákinni. Já, mjög svipað. Rittarinn fór á E4 hjá Guðmundi og Já. Nú horfum Hjörvar upp í loftið, nú að leita einhverju plani. Plantaði rittarinn bara F4. Þannig kemur hann aftur. Áðan þá sáum við Hjörvar bara fara með mennina fram og tilbaka. Og ekki reyna mikið aðgerðum. Það teflist mjög svipað og fyrirskákinn hefðum í þessu. Já, eiginlega bara meira minn alveg eins. Hann líka á einhverju tímapunkti hérna B3. Spurning hvort hann, Nei, þetta er ekki alveg hver hann ætlar að breyta til. Eða hvað ætlar hann að gera öðruvísi núna. Kannski ætlar hann sér að fara með hrók á D1 og Rittarinn D5 einhverju stöðum. D5, já. Reyna að setja upp D5-inn, en það er kannski ekki endilega nýtt. Reyna að skálda eitthvað allavega. Já. Ég er sammála því og held mig við það. Þetta er hérna svona stað sem er erfitt að tefla fyrir hvítan út af þessum eiginlega stóra spurningamerki hvað maður gerir við peðin sín. Einmitt. Og ég er smá hissa að Hjörvar skuli endurtaka þetta afbrigði. Já, hann lenti í vandræðum í fyrirskákinni í þessu þar sem að Guðmundur fekk tækifæri til þess að fórna á F2-reitnum. Já. Og hefur Hjörvar gott vald á E3-peðinu með hrók á E1. Og Guðmundur fer í sama, hann leikur H5. Já, okkur ekki, hann vann skákinn á hann og þetta sé bara við svipu blönu á hann. Og hann með góðan tíma, hann er ekki að lenda svona í þessum tímavandræðum sem hann átti kannski vona fyrirfram. Hjörvar verðist þeirri sömu vandræðum að finna eitthvað plan. Já. Já, þetta er áhugavert hvað Guðmundur á auðvöld með að jafna tablið hérna. Já, þeir hafa biskupana hérna bara í svona einhvers konar Mexican standoff hérna. Nefna hvað Guðmundur fyrir á 8, þetta er bara skynsamur biðleikur. Þá er biskupinn hans valdaður. Já, hann leitur bara Hjörvar, spyr bara Hjörvar, hvað ætlað þú að gera, herra minn? Ég syns bara Hjörvar andvarpað hann. Já, Hjörvar kvartaði yfir í síðasta, það var svo leiðilegt að tefla við Guðmund. Já. Það var ekki, var helst það sem hann óttaðist. Og mér sýnist það svona að vera meira og minna raungerast. Já. Hann hótar þetta núna er þetta A7 til C6. Ok, hann er alltaf komið eitthvað smá. Hérna á gaffall. Smá hugmynd þetta. Ég sá nú að Guðmundur sjáu það alveg. Gæti sett biskupinn aftur á B7 og svo er það riddari A7 með hrókur A8. Já, spurning hvort að riddaranum er ekki bara strand þarna á C6 ef hann þá vælist þangað. Hann leikur hrókur C til D8. Vorum að velta fyrir okkur leiknum B4 í fyrirskákinni en sáum ekki alveg hvað hvítu græðir á því. Nei, af því að hann er líklegast ekki að fara að leika C5. Og þó, það þarf nú töluverðan undirbúning. Hann leikur Hjörvar riddari B3, er hann á leiðin á D2 til þess að létta eitthvað á þessu? Fyrir að fá okkur kaup.
C6. Rittari fyrir D4. Og D5, Guðmundur teflir þetta nú á smá krafti núna. Það er alltaf að hrifsa til sín frumkvæðið. Eftir, svona full rólega tæpinsku hjá Hjörvari með hvítumörunum. Ætli við getum ekki sagt að svartur sé að fá örlítið betra tafl núna? Jú. 8. Þetta er D6 svona, nei. Heldur við opnuleikur Rókur sé til D1? Nei, ég ætla að fullyrða að þetta verður síðasta skipti sem að Hjörvar teflir þetta aðbreiði í þessu einvegi. Já, ég taka undir það. Ég skil í að hvernig fer ekki freka bara í enska leikin eitthvað slíkt, sko. Mitt. Hjörvar með örlítið betri tíma núna en ekkert augljóst plan eins og vorum að tala um. Já, Rókur D7 síðasta leikur hjá Guðmundi, hann bara býðust bakur. Og nú 16 tímana hjá Hjörvari, hann er komin niður í... Já, þessi rittara B3 og svolítið klaufulegur. Erfitt að laga hann. Það er fínt að fá hann á C4 rittin, en það er ekkert sjálfgefið. Hann endar að drepa bara. Hann fer í kaupin. Og... Undir þá vonum við að geta leikið E4 í næsta leik. Já. Rókur hvert, ég skal ekki segja. Ég segja Rókur E6, bara til að segja eitthvað. E4. Ég hafa valda rittaran. Nei, ásækja valda Rókin, hann rittar sé ekki. Þurfi ekki að fara á F6. En það er hendar eini reitturinn, en það fer þangað. Getur núna Hjörvar reynt að príla eitthvað hann inn á C7 með biskupin sinni eftir uppskipti? Er það eitthvað? Nei, er það ekki full hættulegt? Jú, Rittarinn á B5. Biskup C6 og... Rittarinn stendur á brauðfótum hann á B5. Fljótar að setja þennan. Nú er tíminn orðin erfiður, hann er orðin rauður, hann Hjörvar. Tíminn hjá Hjörvari, 13 sekundur. Töluverður tímamunur. Hann leikur rittari D2. Hangir einhvern veginn að bláþræði, finnst manni. Spurning hvort að svartur, hversu harður hann eigi að vera í aðgerðum. Hann leika biskup C6, hann valdar það, já, ok, þetta. Þetta er að fá C4 rittin fyrir rittaran. Já. Það var náttúrulega með smá skotmark hann á B6. Já, rittaran stendur vel á C4, hann saman þetta tvípeð og ok. Guðmundur er náttúrulega komið veg fyrir að rittaran koma á C4 með því að leika Rókur D4. Og er hann ekki að hóta að fara inn á B4 bara núna? Bara hérna inn, já, fyrst og fremst er hann að hóta 2 falla bara. Já. Og Hjörvar þarf að breyta hérna þessum taktík. Hann vinnur Guðmundur. 6, og nú er hann bara komin í eitthvað skrambulmót. Já, nú kom hann í barning sko. Já. Búinn að vinna peð Guðmundur en Hjörvar með smá færi núna að hóta rittarinn á F6 og... En nú er tíminn komað svolítið niður, við vorum að veðja svolítið á Hjörvar í svona aðstæðum. Já. En það er nú only bara peð á B5, en ekki mikið. Alltaf hann leika E6, ná í spil, ég held að vera að leika E6. Hræri upp í þessu, það fer bak við peðið. Rittari, ok, hann er nú að vela hann um A4 peðið. Hvað er hann ekki A4? Já, góð spurning. Kannski er þetta bara E5 einhverja flækjur hann. Já, þá er hann í E7. Ok, þetta var kannski bara mjög gott hjá honum. Nær A4 peðinu núna, búinn að valda allt. Aftur komið hættulegt. Það er Rókur upp á D6, hann leika af sér. Já, Sá það ekki? Sá það ekki. Hann gæti tekið hérna biskup og Rókurinn hefur róni hérna bakvið út á leppunni. Þetta geti farið hvernig sem er. Er Hjörvar að sleppa. Og Guðmundur Hann er peð undir. Erfitt endatafl. Hann andar bara aðeins. Er það því hann ánæður að sleppa eða að því hann þarf að þjást núna í 20-30 ekki viðbót? Já. Jafnvel meira sko. Nú feist verið gaman hjá Guðmundi. Já, hann reynir náttúrulega að koma með kóngin yfir á drottningavængin til að hjálpa þessu peði að komast áfram.
Já, þetta er óþægilegt endafl fyrir Hjörvar að verja hérna. Já, hann geti kemur kongin skiptir upp einu bara rókum. Er það rétt ákvörðun? Líklegast Gunnar 4, já, þetta er rétt hjá Hjörvari. Hann vil skipta á eins mörgum peðum og hann getur og þá vestan þessu B-peði. Það skiptir upp öllum peðunum á Kongsvæng. G5 býður reyndar upp á mögulega veikleika á H4-reitnum. Sjáum að Guðmundur býður stanslegt upp á uppskipt á hrókum sem að Hjörvar vill forðast. Einu leiðin til að halda jafntefli í sér að halda hrókunum inn á. Sjáum að hrókurinn á F-línunni loka kónginn svarta af og nú gefur Guðmundur peðið sitt. Hef ég ekki tíma til að drepa B4, hrókur D4, ská, kongur C3, hann drepa H4, hrókur F6 og G4, hrókur G6. Aha. Eða hvað? Ok, þá fáum við... Hvíti kongurinn er reynda skorðar hérna á fjórðurreiturinni. Já, hefði hann ekki átt að fara með hann niður á þriðurreiturina. Já, lekan fór upp á hann. Já, mér finnst það. Gerir líklegast mistök. Og nú held ég að þetta sé unni hjá Guðmundi. Hann er nú ansið góður í þessum klósetartöflum bíðun hægir. Nei, nú er hann komið kongin á vondan stað. Hvernig ætlar hann að koma kongnum út núna? Sjáum að Hjörvar hefur unnið sér inn hellingstíma. Hann er komin upp í 40 sekundur. Já, nú er þetta auðvitað að tefli. Það virkaði unni á Guðmundur rétt á hann. Sjálf svona ekki alveg hvar hann fór út af spórinu. En leið að hann kom með kongin hann á hálínuna og hvíti hrókurinn var að skorra giljuna. Það var ekkert í búið lengur. Og jafntefli, já. Enn eitt jafnteflið. 2,5 og Guðmundur hefur taflið með riddara fyrir 3. Ég verð aftur að segja að Guðmundur er að koma mikið ávart hérna. Já, hann er grjótharður. Þá fáum við aftur Katalan með biskup B4 skák, já. Við erum að breyta aðeins út af frá því áðan. Já. Séri 6 á Hjörvari. Allt saman mjög svona nýmóðins taflmennska hjá þeim. Allavega svona. Svo ég noti nú eitthvað sem að afmælisbarnið þolir ekki byrjanarlega séð. Já. Afmælisbarn dagsins Sigurbjörn Björnsson. Gríðarlega mótfallin þessari notkun á lega séð í alls konar búningum. Skáklega séð, byrjanarlega séð. En við óskum Sigurbjörni til hamingju með daginn svona afmælislega séð. Afmælislega séð. Þetta er eitt besta lega séð sem ég hirt lengi. En Hjörvar hefur telt svona í þessum dúr áður í mannandi skák hjá honum á til dæmis Ólympíumótinu í Bakú. Já. Móti hérna, það var ekki bara Ísland. Það var Íslands skákmaður, þá var hann Það var eitthvað í þessum dúr. Það var með eitthvað A5, minni mig. Já, það er eitthvað í þessum dúr. Það var svipaðbrigðið. Já, já. Já, skák sem hann vann. Líka var þá með A-peðu, líka B5, náði rím á drottningavæginu. Akkurat, þandi sig á drottningavæginu. Hann er alveg svona þekkir alveg þetta afbrigði held ég, þokkanlega. Það er einu myndinni hjá svörtum að endurtaka núna leiki ef að biskupinn bakkar að fara þá tilbaka. Jafnvel að leika F5. Já, biskupinn fyrir að sé, það hefur getað að fara tilbaka, sjá hvort að Guðmundur vilja jafntefli sem við veitum náttúrulega ekki, svo við þekkjum, en Hjörvar leikur henni F5. Þá fyrir þetta rátt hann tilbaka og ætlar að koma nú kannski næja 4 við eitthvað gott tækifæri. Það byrjar reyndar að leika H6, riddari F6 hefði kannski svarað með riddari G5 og það er erfitt að valda hann E6 reit. Þannig að H6 var, já, flottur leikur, vel vakandi. Nú skiptir Guðmundur upp á svartældabiskuppunum sem er eðlilegt í þessum peðastruktúr. Hjörvar með flest peðin sín á hvíturreitum í þessum svona grjótgarði sem hann er komin í. Já. Mér finnst Guðmundur vera að halda svona
halda þessu skákum meira svona í sínu byrjunum og á sínum, að sé meira að fá sína stöður einhvern veginn. Sammála því. Hjörvar ekki verið að ná að stýra þessu svona í, já, kannski stöðu sem eru svona aðeins meira krefjandi fyrir Guðmund. Það sem að styrkleikar Hjörvars eiga að vera aðeins meiri. Dróning E7, það er svona smá taktísk lús hérna, hrókurinn verður onni hérna eftir. Ef að Guðmundur gæti sín ekki, sem ég nú veist sem að hann gerir, jinx. Alla líkur á því að Guðmundur bara jafnvel bakki með hrókinn sinn. Ég ekki hrókt upp í C4, nei, það er ekki hóttur, það er náttúrulega onni og E6 í staðin í lokin. Það er náttúrulega onni hérna. Já. En hann valda bara hrókinn, dróning Bjarni 2. Ruddarinn kemur inn á 1-4. Og fari hann í kaupin á 1-4. Myndi ég nú giska á að tæki með F-peðinu. Eða hvað? Nei, hann tekur með D-peði. Já. Svarti riddarinn getur verið á leiðin á E5-riddin og getur verið að koma hér inn á E5 og svo D3. Gerir það. Ég held að sé engin taktísk lús hérna fyrir hvítan. Að leika B4, það er alltaf onni á C4. Það er svona, já, smá líkur á því Hjörvar ná að hrifsa til sín frumkvæði ef hann er að leika riddar D3 og svo E5 og F4 kannski. Já, getur það hættulega riddar að fyrir á B5. Hefur svo sjálfur augast að reytirna á D6 en það er ekki búið núna eftir riddar D3. Það tökum að biskupinn hérna á B7 er valdaður, annars hefði Guðmundur mögulega geta drepa henni riddar bara hrókut upp í D3 og svo tekið biskupinn. En svona, já, tilfinningin er nú að þetta sé nú eitthvað aðeins betra svartan. Hann kom með henni riddarinn á D3. Kyrfir að valda hann eins og er. En hvít getur náttúrulega leikið biskup F1 og stukkað eitthvað við honum. Þú nefndir E5 F4, er það einhver leið til að hræra þessu upp í þessu? Já, það er svona fyrsta sem að kallar á mann í þessu. Aðeins betri tími á Hjörvari, á spurning hvort hann eigi að fara núna í aðgerðir. Hann gerir það, E5. Guðmundur komið núna undir mínútu. Já, spurning hvort Hjörvar hafi skynjað tímapunktinn hérna. Hefur ekki gerst oft í innvíðinu að Guðmundur sé eitthvað hrakki. En núna, hann leikur B4 já. Og það gerir það verkum að hann getur tekið á A7 og hrókurinn verður onni. Ok, Hjörvar hann peðið undir skyndilega. Sem að Hjörvar gæti hafa bara sennilega gleymt. En hvað síður, hann kemst af stað núna fljótlega eftir F4. Það fyrir hrókinn á D8. Stóð valið kannski á milli þess að fara D8 eða E8. E8 til að valda E5 eitthvað frekar en hann ákveður að vera D8 til að valda hann riddara betur. Leikurinn F4. Þá kemur loksins F4. Og nú það hvítur eitthvað aðeins að passa sig. Nú hóttum við að fara að komast aðeins inn á hvítustöðuna. Nót var eitthvað að jafnvel þessa F-línu. C5. Guðmundur brýst fram. Á drottningavæng. Þetta peða nú mögulega onni ef við viljum. Já, er ekki hugmynd. Nei, það er nú ekki onni. Af því að ef við dreifum drottningu þá kemur hrókudröfur D3. Einmitt. En spurning hvort það megi taka þetta með riddara eða hvað? Já, það er spurningin. Þeir eiga báðir rétt rúma 30 sekundur eftir og við getum fengið mjög spennandi baráttu hérna. Já, ég ætla að vera ekki að taka þetta peði, menn annars sé þess að koma. Það spurning hvort hann sé að fara að gera eitthvað á Kongsvang strax. Það tekur á C5, já. Þá er aftur reynt á peðum. Það er tekið og tekið tilbaka. Og hvað sá Guðmundur fyrir sér hér? Tekur á D8 og taka F4. Já. Nei. Drottning Bjarni 4, nú fyrir E-peð á stað hjá Hjörvari.
Nú er nú hér að koma með hörkuspil, sko. Rittarinn á leiðinu Já. D3 undir kringumstæðum. En þarf hann að drepa á B7 og fara í öll skiptin eða hvað? Þá er nú mesti brotturinn úr Þá þessu. er nú einhver enga svakana tíma eftir hennar. Drottning 1-2, skemmtilega leikur, hótar að vekja upp með skák, krókur F1 er svona átóleikurinn má ég, hann leikur rittari D3 já, drottning er ekki lengur leppur, Já, hann er rittarinn er komin á E1 og þá er hrókurinn núni erfitt fyrir Gumma að finna leik núna meðan tíma, hann skákar örugglega á C4 bara til að leika ykkur, reynir svo að finna ykkur leik, hrókur H8 og biskup A6, rittari skák, hvað er að gerast, máta H5, en það fyrir að, þetta er ekki mát? Þetta er mát. Já, maðurinn er mát. Þarna loksins kom Já. eiginlega svo sviðsmynd sem að maður sá fyrir sér að Hjörvar er segari ef þetta færi í svona Akkurat. eitthvað tímabarning og ég held að hann hafi valið rétta punktinn þegar að leika F4. Guðmundur komin undir mínútu, reyna að setja smá pressa á hann. Ekki einfalda stöðu þar sem hann getur bara leikið leikum og ég er að tapa þessu öfumlega mínu hérna. Nei, já, D4, D5. Já. Hann skipti hann og leikhjörðina. Fyrir London með P og D5, já. Ég hérna er hrifinn af því. Guðmundur hins vegar fyrir í afbrigði sem að menn fóru að tefla núna nýlega, þess að geimin að rittara B8 og að reyna að vera snöggur að leika E5. Ef hvítur er ekki tekið á C5 þá leikur svartur rittari D7 í stæðan fyrir C6 og svo E5. Mitt. Og þetta er svona nýjasta 90 hvítum. Ja, þetta og önnur leið. Í þessari leið þá ætla hvítur bara að tefla þetta. Svona rólega að reyna að leika. Duttorg að reyna kannski að leika hrókur C4. Mitt. En svartur er búinn að leika núna E5 og verður þá ekki Hjörvar að leika E4? það lítur út frá að við verðum að leika hennar inn að 4. Ger það ekki. Hann hörfa með biskupinn. Leifir E4. Rittar eru vantanlega aftur á D4. Og ætla þá vantanlega að losum sem með að leika C4 fyrir að setna. Ef hann gerir það ekki, kemur þá ekki bara biskup G4 og D3 ritturinn verður fyrir eitthvað veikur? Jó. Þessi er laukrætt hjá þér. Þessi hérna leikur. Gerir það. Þá leikur þessi lottinu. Men nú kom C4. Og ég samt leika biskup G4. Já, ráðhverju hugmynd. Gerir það. F3 virðist nú vera ljótur leikur. Ljótur leikur, full gannanlegur. C3 með D5, hann kemur alltaf rittari D3 og svartur vinnur. Eða hvað? Drottningin með D3, já. Hjörvar reiknar núna. Svo sett C-drepur D5, rittari D3 skák, biskup drepur D3, þá hanga báða Já, má hann drepa því að svartur drottningi fellur hérna á móti. En ég er ekki viss um að þetta sé endalega góða leikur, hann hrókar bara. En það gefur eftir hennar D3 reitt. Já, heldur betur. Þannig að eins og í skákinu áðan, þar sem Hjörvar vann, þá náði hann að nýta sér vel rittarinn á svona D3 reitt. Og spurning hvort að Guðmundur sé að fara að gera slítið sama. Þetta verður allavega góð tímapunktur til að koma strax tilbaka, hann er 3,5 rundir og það er ekki mikið eftir enn vínu, menn. Nei, við höfum séð það í þessum einvíum að menn lenda algjörlega með baki uppi vegg ef anstæðingurinn kemst í 4 vinninga. Já, nú þarf Hjörvar að passa sig, hótunin er einfallega að leika hérna drottning H5 og við ætlum bara að máta hérna H2. Já, mér finnst þetta nú frekar óþægilegt. Hann verður að leika F3, hann hendi drottningun á H5, enga síður. Þetta var nú við glógt, fannst mér. Drepum hérna á G4, hann kemur rittar G4. Verður hann ekki að leika F-drepur og svo rittar F3 tilbaka, já, hann gerir það. Drepur tilbaka. Fórta mann tilbaka en Sleppur. Guðmundur lítur að vera sáttu við þetta, hann getur telt þetta því að hann er svo losarlega Hjörvari. Jafn á peðum á hann að skjótin, nei, drottning H3, þá kemur bara drottning G2 eitthvað slíkt. En já, Hjörvar er kannski ekki alveg sáttur, hann er með veikari kóng, en ef við rittar að þarf að hörfa F6 þá ættum við nú að geta leikið bara kongu G2 næst og þetta ætti að vera lægi eða hvað? Já, það lítur að vera það.
En svona líkamstjáningin sem Hjörvar er ekki, eins og sé ekki alveg ánægð með gangmála í þessari skák allavega. Nei, hann hristi hausinn á þetta. Hann hefði nú kannski viljað setja meiri pressa á hann með hvítumönnunum. Já. En einfallega bara ekki náð að gera það. Guðmundur virðist vera bara nokkuð vel vopnin búinn í sínum byrjunum. Já, algjörlega. Við þessi en við. Sjáum að E4 er afleikur hérna út af, já, Hrókundur byrja E4. Nei, Hrókundur byrja fyrir það komið G. Nei, jú. E4 er bara drepið út af leppunni. Smá pressa hvítustöðinni hérna. Þannig að er hann að fara að leika leik eins og, já, Hrókur E7 bara, ok, alltaf bara tvöfalda. Skynsamur. E3 hlýtur að vera skotmarkið af því að eins og Ingvar nefndi, ég má ekki íta þessu piði neitt áfram. Já, hvítur ekki bara eða leik núna í að fara af elinunni. Já, það virkar skynsamlegt hjá þér. Þá getur við senna leikið í E4. Einmitt. Já. Það er eins og Hjörvar sé með einhverja beintengingu hérna við Ingvar. Leikur drottninga F2. Þessu var spurning, já. Er þetta staða sem að Guðmundur ætti að keyra á? Já, það er jafnvel í einhverjum stöðum bara að fara að keyra hérna G5. Og velta fyrir sér. Já, það er rólega í þetta. Og nú erum við að fara að nálgast svona kritiska punktin í skákinni. Þeir eru báðir komnir undir mínútu. Og þegar svo höfum við svona haft meira ágjör af Guðmundi í þannig barningi. Já, ég ímynda mér að þetta sé nákvæmlega sem að Hjörvar vill að halda þessu svona í jafnvægi þangað til þeir eru komnir svona niður í hálfa mínútu. Já, mér finnst það nálega stöðuna sinna töluvert. Núna er þessi riddari að fara inn á F5. Hann með hrókun og opnum línum. Algjörlega. Og þótt hann sé búinn að færa þessi peð fyrir fram að kóngin, þá er kóngurinn alveg öruggur eins og er á G2-reiknum. Þá kemur riddarinn á F5. Guðmundur ætti þá, ég held að er ekki hrókur C6 ígulmenntaða leikur. Það er ekki að leifa að leika G6 svo glatt. Já, það er skarplega aðtöða hjá þér. Og þá vofa líka yfir í einhverju tilfellum skiptafinsfórnir á F6-reiknum. Já. Það fer með hinhrókin. Og það er Guðmundur sem fann að skipta mun. Áhugavert. Hann hefur skynjað að þetta var að verða óþægilegt þarna. Já, og þannig er tími klárlega að hafa áhrif. Hann treysti sér ekki í vörðuna. Hann taldi þetta svona praktískari leið í hraðskák. Einmitt. Kannski allt í lagi að því að kóngstæði Hjörvar sem er þá svolítið veik. Já, Hjörvar sækist hérna eftir drottningakaupum sem hlýtur að vera skynsalegt. Nú eru hvítir hrókarnir áttir þessi sterkir. Já, þetta hlýtur nú að vera ansi vænlegt að hvítum. Hrókur E2 og huga því að fara að leika hrókur D8 að skipta upp að einhverjum mönnum. Valda bara aðra riddur þar sem kóngurinn er. Gerir það. Spurningar hraðskák hvort að Guðmundur eigi að leika leik eins og H4 hérna búið til einhverja veikleika í hvítu kóngstöðinni. Já, hvað hristi upp í þessu? Nú er hann komin í rautt. Já. Undir 20 sekundur. Við tölum alltaf að það tíminn er orðinn rauður, þá þurfum við virkilega að fara að passa sig. Þetta er að falla svolítið með Hjörvar núna. Drottning D3 býður kaupiðinn sem Guðmundur vill væntanlega ekki. En nú leikar hrókur D8, hann er bara, já ok, hann eldir hann bara aðeins. Aðeins að stríða honum, já. Hann af hverju ekki hrókur D8. Hann er G5, hann ætla bara að þynga kaupin einhvern veginn. Þeir sögðu að menn hefði gert þetta svolítið í gamla daga móti Friðrik Ólafssoni. Elda bara drottningun hans. Skipta bara drottningum og held að þið geti fengið jafntefli þannig. Já. Hjörvar ekki að hötta hann eftir jafntefli, hann vill einfalda stöðuna ef hann er því. Já. Hjörvar orðið rauður líka á klukkunni. Já, ég segi eins og þú, af hverju ekki hrókur D8 og létta góða þessu? Af því að það hlýtur að vera svartur sem að getur átt hættilegt mótspil með hrókunum, kemur hróknum inn, en Guðmundur fyrir sjálfurlegur í kaupin. Og nú þarf hann að passa sig. Ef drottningi fyrir á skálinni þá hefði komið hrókur D8 og svo drottning D3 og uppskipti. Hann leikur því samt og núna vantarlega að ég var að spá drottning D4, hann alltaf gerir ekki neitt. Hann leikur drottning D2. Og þessi riddar á einhver reyti, það spurning hvort að Guðmundur eigi hreinlega ekki henda þessu hápeð í hann og til að fá H5 reyti fyrir riddarann og kannski F4, G3. Hjörvar heldur hróknum sínum á 4. reitaröðinni. Já, gefur ekki kost á því. Praktist, mjög góð praktisk njálgun hjá Hjörvar. Hann reyðilega njörfa niður á tíma. Einmitt. Nú var ég til í að sjá
hvítu drottninguna að fara á skálínun einhvern veginn. Til dæmis þróttu bara H4 og drottning D4. Drottning D4 núna alveg klárlega. Já. Þetta er búið, Guðmundur getur gefið þetta. Verið kaupa þá, já, bara einfallega langt á milli þarna. Erum við næri í þetta peð. Verið skynsamlega í þetta. Ja, Sér fjórir, valdar allt út og já, hann geti jafnvel tekið á B4. Þetta blir vinst, hann málóta, gafla sér hrókin. Þetta var teknilega vel gert hjá Hjörvari. Algjörlega. Og eftir, já, mikinn barning, þetta var gríðarlega jafnt einvígi. Mér fannst reynilega að halla á Hjörvar framan af, ef ég að segja alveg svo er. Já, sammála því. Þá var hann núna að komast 2 yfir og vantar aðeins 1 vinning til að klára þetta einvígi. Hann hefur 3 skákir til þess. Guðmundur aðeins og seinna komast í jafnteflistöðu hérna. Já, þegar þarf að vera komið hérna á F2 til að ná því. En já, gríðarlega mikilvægur sigur hjá Hjörvari sem að snýri þessu við. Það er svolítið skemmtilegt í upphæðu skáka. Þá sér maður sem sagt hvaða hvernig borðin eru hjá leikmönnum. Já. Annar er með eins og við, grænt, en hinn er með svona brúnt. Akkurat. Getur maður að sé kannski svona smá stíl hjá mönnum. Það er gaman að því. En þá er það síkilega vörn sem við fáum. Já, og E4 hjá Guðmundi og hann ætlar að tefla þetta aðeins hvassa núna. Spurning hvort hann hefur búin að ákveða það ef hann myndi lenda svona undir eins og hann er orðið núna. Akkurat, ég var að hugsa nákvæmlega sama að og það þarf svona strategi einmitt í einvíum að vera tilbúin undir ykkur aðstæður og ég var einmitt að nánast kalla til því að Hjörvar myndi fara að leika F4 þegar hann var að ströggla þarna með London byrjunina sína en það blessast nú hjá honum hérna í síðustu skák. Nú hlýtur Hjörvar að vera að hugsa leik eins og E5. Já. Í þessari stöðu sem að hóta bæði biskupnum á D4 og biskup G4. Rétt. Svona ákveðið þema og það er svona ýmsa leiðir til þess að bregðast við því. Eins og að drepa á E5 og fara með drottningun á G3 en við sjáum þetta ekki, biskupum á C6. Gerist ekki, er þá ekki hvítu komin ansi vel að staða núna? Nú gætu við séð einhverjar aðgerðir með einhverjar hrókaliftu. Þetta er jafnvel verið, já ok, ég vildi nú bíða með hápiði, mögulega, gamla Velimirovits árásarplanir. Hjörvar hristur hausinn, mér finnst hann ekki ánægður með gangmála og ég skil hann vel. Já, hann er aðeins eftir á... Hann er að lenda í einhverju árás. Átti Guðmundur að leika H6? Nei, þetta kannski skiptir engan máli. Ég held að G6 sé fít, sko. Nú bara spurning hvernig... Já, þetta lítur vel út. Leðilegur. Herri á E6 peðið. Leðilegt peðið hérna. Spurning hvort hann er bara að henda þessu öll í hann, sko, með F5. F5 núna. Gerir það. Þetta er orðið ljótt. Mjög hægt. Stöðulega og sjáum að vofir yfir í framtíðinni að Guðmundur hreinlega fórni einhvers staðar á H6. Riddari D5 og... D5 í einhverjum stöðum. Og jafnvel fórna núna á F6. Já, hann gerir það bara. Og sjáum tíman að Guðmundur 2:42. Ég spyr nú bara hvar var þetta fyrir einu hínu. Að ég hef mitt verið ánægð með það hjá Gumma núna örmótinu og fleiri mótum að hann hefur verið að tefla svona aðeins hvassara á móti stiglegurmönnum sem hann hefur ekki verið að gera og kannski ná sér í svona aðeins svona fljótari og auðsóndari vinninga heldur en að vera alltaf að eyða of mikill orku í einhverja kristinga í 60-70 leiki sem er svolítið hans stíl. Af því hann getur alveg telt svona eins og við sjáum hérna. Algjörlega. Hann er gjörsamlega að pakka Hjörvari saman hérna nema hann finni eitthvað mótspil. Nú spurning hvort að Hjörvar... Verður hann leikað á D8, er það ekki passíft eða hvað? Já, hann er manni yfir, svona ef drottning D8 heldur þessu saman þá... Hvað er hann að hugsa á hann eitthvað annað en drottning D8? Ég bara get ekki séð það. Er hann að reyna að hugsa eitthvað... Ég sé ekkert mótmil, drottning A gerir ekki neitt, gangur D2 og hvað svo. Þú veist það eða alltaf mikil tíma, mér finnst þetta bara reyn leikurinn. Já. Hann er vantilega verið að hugsa drottninga 1 og vonast eftir einhverju þar. Já, sem betur fer þá er þessi reitur valdaður að riddaranum.
Annars verður sveftur í alvarlega vondum málum. Það reynir að fá mótspil á B-línunni. Hefur hvítur tíma í leika bara Biskup F5 og Hrókur H1. Er það eitthvað? Er það ekki bara nokkuð hættulegt? Það er bara mjög hættulegt, jú. Biskup F5, Hrókur H1 og Drottning H8 á mát er það planið. Já. Af því við hóttum einhvern þóttu drefum þetta peð hérna. Það eru nokkuð leikir í að svartinu og búið til einhverjar mótóttanir. Getur Hjörvar leikið sko Drottning B6 næst, hótað að fara inn með drottningun eitthvað á svartarutina? Inn á E3. Inn á E3. Það meina það eftir Biskup F5 að Drottning E3. Svona leik. Hótað að fara inn. Go in for the win. Hótað þá sko eftir kongur D1 leikar Hrókur D4 og eftir kongur B1 að taka með skák á B2. Já, það er alveg eitthvað. Guðmundur eyðir ansi miklu tíma hérna. Það er svona skinnið að þetta sé svona korter í algjörlega búið. Okay. B3, það er nú frekar rólegu leikur. Já, náttúrulega. Má ég núna bara leika það í B6 og... Samt bara. Samt. Taka bara B3 líka. Eftir Drottning B6. Já. Hjörvar reiknar. Það væri nú magna ef Hjörvar næði að snúa þessari skák. Reynda skor, já, býtum við. Sko Drottning B6 hefur ömur hóknum á G1. Já, hann að... Kóngudreipur F6. Kóngudreipur F6 leikir eru líklega ekki góður þá út af þessum. Hann dreipur á E4, myndi hvað er gangi? Ha, já. Næsir bara eitthvað peð þarna. Ætla það með hrókin í vörnina inn á H4. Já, opnast í einhverju stöðu möguleiki að henda hróknum inn á H4. Biskup F5 hefði nú komið í fyrsta lagi fyrir þennan leik og hótað Hrókur H1. Já, alltaf tilfinningin sem hann fekk að leik B3 var að hann var alltaf ekki að svara kröfum stöðunar með þeim leik. Nei, og nú gæti að komið í baki á Guðmundi. Hann tók svolítið góðan tíma þarna, komin undir á tíma núna. Hér voru heilu manni yfir. Hann er manni yfir, þetta gæti orðið síðasta skákin í seinvi. Og þess að ef við drepum núna, Biskup drepur. Og hótar þá Hrókur H1. Hótar Hrókur H1, þannig að hef ég tíma í einhver Drottning A1 leik þar. Kongur B1 hjá Guðmundi hérna. Getur Hjörvar búið til einhverjar hótanir hérna á svörtureitunum? Já, heldur betur, hann hótar bara ekki 1-4. E4 hóta máti á B2 og Guðmundur drepur á F6, hann fann ekkert annað. Og þá er spurning hvernig endar þessi eltingaleikur? Kongur drepur, Drottning F5 skák. Hjörvar hugsar tíminn og rauður hjá honum. Á hann að byrja að drepa á B3, er það eitthvað? Gæti mögulega... Nei, hann tekur bara. Hann tekur bara. Og hann ætlar með kongin sinni yfir að H6 væntanlega. Það er G6, eða já, vekur upp, það er bara drepið og... Biskup D7 og hann skákar. Og það var spurning, nei, byttu nú við. Drottning H Róni á C2, er það, já það er mát. Tíminn núna er farin að vera ansins skólinn skamti hjá Guðmundi, byttu hann má taka C2. Eða er það mát? Eða er það ekki bara jafntefli?
Já, en ég held Já. að Hjörvar getur nú verið ánægður, hann var sloppið þarna, hann var í þvílíkri klemmu, Já, þrýstir hausinn og veit að hann var heppinn. En hann hefði líka getað klárað þetta, hann var sem sagt búinn að standa þetta af sér og stóðilega til vinnings. þá er staðan orðin 5-3, Hjörvari vil og nú dögur Hjörvari í jafntefli til þess að tryggja sér sigur. Já. Er með hvítt. Og það er drottningabragð en einu sinni frekar rólegt afbrigði sem ætti nú að henta Hjörvari undir þessari kringumstæðum. Og F3 planið þá til að E4 á einhverjum tímamóti eins og við sáum áðan hjá Guðmundi. Tölum þessi klassísku plön á hann og það verður erfitt fyrir Guðmund að vinna. Hjörvar veit að núna hann þarf bara jafntefli og getur svona telt þetta rólega og sett svolítið pressu á Guðmund að taka áhættur. Já. Þessar stöður eru örlítið betra hvítan og maður sýnist Guðmundur vera að undirbúa einhvers konar C5 framrás. Þá hugsa Hjörvar að hann láta til skara skriða á miðborinu eða láta bara Guðmund koma. Hann okkur að bíða aðeins. Leikur E4. Sáum Guðmund lenda í smá vandræði með sín miðborðspeð fyrir í einvíunu þegar hann telti á þennan hátt. Já, þá er mitt fór hann að staða með peðið á DF. Nei, hann fór með peðið á E5 þá sem var skorðað. En Hjörvar fyrir með peðið á D5 og leitast eftir færum á F-línunni. Riddar eina 6, notar sér leppuna, ætlar að koma sér riddar hafa inn á D4 eða eitthvað. Hjörvar gefur sér smá tíma núna. Það er betri tími hjá Guðmundi. Alveg möguleiki en honum hafi yfirsést þessi leikur riddar E6. Já, það er kannski óþægilegt að fá hennar riddara inn. Þetta er erfið stað að vera í að duga í jafntefli. Já, það getur oft svona fiktað aðeins með litla fína heilabúið að kannski vera að hugsa annað en skákina, vera að hugsa stöðunni innviðinu og kannski svona, tefla öðruvísi út á stöðunni. Ég heyrði nú Júdit Polka segja þennan daginn að til þess að tefla upp á jafntefli þá þurftu fyrst að tefla upp á sigur. Já. Guðmundur setja smá press á E4-peðið. Og kannski aðeins meira smá, hann er með 4 menn sem að hóta E4-peðinu. Já, þetta er nú einhver smá pressa á þetta peð. Hrókur eina 2. Og hann tekur. Hvað er að gerast hérna? Einhver óþægindi út af þessari leppun eða hvað? D6, ok. Áttum ekki alveg á hvað er að gerast. Er hann að hóta? Nei, hann hótar ekki eins og riddar E7. Af hverju leik hann ekki riddar G3? Hverju var MS af?
Það getur hótt að bara taka á hérna á 1-4. Ég hann alltaf þingar niður núna, meira minna. Já, þá kannski hægt að taka með... Þá var það að taka D6 náttúrulega. Já. Krók. Það er allt unnur staða. Herðu, en er ekki hérna, geta hann tekið á... Já, ég ætla að aðtöka hvort að geta tekið á F7 og nýtt sér reppurinn þar, en þetta er ennur leið til þessu rauninni. Nú getur hann tekið á F7, já. Er þetta ekki bara búið, bara gaffall? Það syns mér. Og riddarinn E4 er ennþá leppur. Sé ekkert hérna fyrir Guðmund. Meinum að hann verður að vinna skákina til að halda sig inn í einvíginu. Já, við síns Guðmundur ekki verið að finna neitt. Komin undir á klukkunni líka. Það var komið svona ójafnvægi stöðuna, þannig að svona möguleikunir að ná sér í sigur voru sannlega fyrir hendi, en það vittist það að Já, heldur betur. mist flugið þarna aðeins. Og þessi GSS-leikur hafi mögulega bara verið taktískur feill. Já, syndist það. Og Guðmundur hugsar og leitar að einhverju sem að líklega er ekki alveg til staðar. Nei, hann er svona, held ég, já. Sætta sig við þetta bara. Og þó það væri eitthvað, það var tíminn orðinn að fara skórnum skamti, það eiginlega skiptir ekki máli. Hann reynir C4, já. Við hefum ekki bara drepa á E4. Nei, það hefði komið dróning C með skák, við tókst að klúra þessu. Dróning E3 lítur út fyrir að góða leikur og nú má hann taka D8. Já, ég myndi alltaf það. Já, þetta er bara búið. Það verður ekki bara hróki undir. Býtu, er einhver, já, Hvað það er alltaf fyrir með einhver brellu með riddari G3 eða C3 eða eitthvað, en það gengur ekki. Hann gerir það, en það fær ekki nóg fyrir þetta. Getur bara tekið á C5 og fara með, já, skáka þarna, já. Og hvað var þetta eitthvað snett? Það var að búið til flækjur hann óþurru. Þetta er bara E2. Einhvern veginn Hjörvar búinn að flækja. Verður að leika hrókur D7 núna, ekki? Já. Það er búið til óþurra flækjur hann. Hrókur E7, það er búið. Já, hann meitur það að ná öll að jætla þarna, en Já, það virtist nú vera bara að klárast Hjörvar í vil, en Guðmundur heldur betur með að hristu upp í þessu aðeins. Já. Hann var peðið við hróksendatabli. Allt í einu er það Guðmundur sem er að pressa. En kannski ekki mjög vænlegt. Lélegan kóng hérna. Já, Hjörvar ætti nú að ná þessi jættefli sem hann þarf. Nokkuð auðvitað núna. Kóngur H6, hefur þá tíma í að býðum hægir, maður sá hann að má hann ekki líka H5. Mikilvægt að kóngurinn geti ekki verið skákar. Lendi ekki skák og drókning. En já, nú er þetta að leysast upp í jafntefli. Já, ég held að þið sé nú ekki fara að tefla þetta í botn. Nei, já. Það skiptaður upp. Þetta er botn. Og þá er Hjörvar sigurvegari í þessu einvígi með 5,5 vinning gegn 3,5 og við förum í stuttskilaboð, kæra áhorfendur, ekki fara langt. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu.
Allar rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýp. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta að ferði hálfgerður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Frábær sending hjá Dagnýju Brynjarsdóttur. Og Fanndís í færinu og Fanndís Friðriksdóttir er að skára! Stórkostleg hjá íslenska liðinu! Ísinn er brotinn!
Góða kvöldið og velkom til leiks. Við ætlum að fylgjast hérna með einvígi að Já, komið sælir aftur og orðandi góðir. Við erum komið með Hjörvar Stein Gretarsson til okkar hérna í smá spjall. Hjörvar sigraði Guðmund Kjartansson í einvígi undanúrslitum. Hjörvar, til hamingju með sigurinn. Já, takk hérna fyrir það. Svona til að byrja með svona, þín fyrsta tilfinning svona eftir þennan sigur. Já, bara nokkuð góð. Það byrja flesta af þessum mötsum hálfst lifandi en síðan einhvern veginn nægi að þurrka framan af mér og svona ríða mig í gang. Ég bjóst ekki við því að myndi tefla jafn hvasst og hann gerði í fyrstu skákunum. Þannig að hann setti svona hálfpartinn tónin. En við Gummi, við erum örugglega með svona, ég er örugglega með svona 50 bara að skora Gumma. Þannig ég bjóst alveg við því að þetta yrði tæpari en Mats þetta á undan. Ja. Þú teldir London System á mótunum og hann svaraði með svona kongsindörsku uppstillingu. Teldi hratt og virtist einhvern veginn, já, hvað maður segja, vera undirbúinn fyrir þetta. Já, ég á þetta mjög slæmar minningar af London System gegn Kongsindurunum. Ég tapaði fyrir Rúnari Sigurpálssyni, þeim annars ágæta manni. Hann algjörlega ruslaði mér upp hérna í Dildó árið. Þannig að þetta vakti upp slæmar minningar og ég þurfti alveg 1,5-2 að jafna mig á því. En mér fannst ég fá ágæti stöðu. Náði bara einhvern veginn ekki alveg að finna rétt að framhaldið. Ég sá rítar þetta bara F2 í þeirri skák en ég var svona, æja, þetta virkar ekki. En svo þegar Gummi byrjaði að hugsa þá vissi ég svo sem hvað var í vændum. Bara vel telt hjá honum. Þið teldu báðir svona nokkur ösklega fannst okkur og þetta varð eins og við áttum kannski von á, tölverð svona stöðubarátta, miklu mannaflutningar og hálfgerð svona biðtaktík. En þú virtist ná undirtökunum þegar að fóra 6-8 tíman hjá okkur báðum. Já. Svona okkur tilfinning. Ég held að Gumma er búið að ganga einstaklega vel í mötsunum undan af því að hann lendi aldrei í tímaræki. Þannig að ég held að ég sé betur en hann þar en ég held við séum nokkurn veginn 50-50 svona þegar það er bara stöðuleg barátta báðið með 2 mínútur á klukkunni. Þannig að markmiðið var svona þegar leið á Matsin að koma hann í tímaræk. Guðmundur hrista aðeins upp í þessu í lokin og leik E4 og fengu Sigurleifvörð svona rúluskautaskák. Já, uppleggi var að tefla Sigurleifvörð á móti E4 og ég hefði mögulega ekkert að gera það svona með við hver staðan var í Matsinum en þarna verður maður ekki að fylgja planinu. Þannig að ég bara ákvað að henda fram Sigurleifvörð og síðan teldi hann þetta mjög vel. Hann er mjög góður í þessum stöðum og þetta kom einhvern veginn svona aðeins náttúrulegra hjá honum en hjá Riðgauðum Hjörvari. Þannig að þetta var hörkumats og ég er enda voru döðurhræddur að myndi vekja Brittar að í lokin. Við getum kannski kíkt á það. Já, en ég held að hann hafa haft ágjörð því að stilla sem sagt. Þú ert að stilla á það sérstaklega að það kom ekki drottning. Þannig að ég held að hann hafi gert tíma. Þannig að ég held að hann hafi séð það samt. Eigum við að kíkja aðeins á 2 skákir úr einvíginu. Við erum fyrst hérna með skák þar sem að Guðmundur hafði hvítt og við fengum hérna, við erum aðeins yfir þetta. Fengum hérna svona katalónska byrjun og þetta er nú svona afbrigði sem er mikið telt þessi missurinn. Ég var nú að rifja upp skák sem að þú teltir á Ólympíumótinu í Bakú á móti Íslendingum, myndi mig. Já. Og okkur Ingvari myndi að þú hefði verið með peðin á A5 og B5 setna í skákinni. Já. Var það sama afbrigðið? Það er lína sem var mér vinsæl en svo er búið komið ljós að
það er ekki alveg af gott á lítur út fyrir það. Hvítur getur held ég loka bara með því að leika C5 og fær tölvöld betra. Vandamáli líka við að tefla þessi stöðu ekki Gummar, hann hefur telt þetta bæði með hvítu og svörtu og við höfum meðal annars verið á móti þar sem hann hefur verið aðstofamaður minn, þar sem hann hefur verið að leggja með línunar í þessu, þannig að það var nú kannski ekki alveg sniðusta ákvörðunin. En eins og ég segi, þetta er mjög traust og ég hafði svo sem engar sérstakar áhyggjur. Ég teldi samt eitthvað ónákvæmt hérna. Ég veit ekki hvort ég er að leika sko, hvort það Róku sé átt að sína ákvæmisteleikuna, hvort ég er að leika riddari H5 strax. Gæti passa sko. En eins og ég segi, þetta er hraðaskák og nú kannski ekki alveg mikilvægast að tefla hárnákvæmt akkurat í þessari stöðu. En fengum hérna Róku C8 og svo riddari H5 og þá ákast að leika hérna F5. Sko, hugmyndin er ef ég leik ekki riddari H5, ef ég leik C5 beint, ég held að þá lendi í pínu vandræðum að því að biskupinn er svo vel staðsettur á F4, drottningin á D8 kemst einhvern veginn ekki út, en ég held ég verði að leika riddari H5 og F5 eða þá riddari H5 til þess að leika C5. Já. Þannig að ég held að ég var ekki alveg viss hvernig þessi stað væri, kannski er hún alltaf í lagi svart, frástan segi. En já. Já, við fengum F5 og E3, já. Já, ég verði aðeins að passa mig hérna sko, ef ég leik riddari F6 tilbaka, að þá fannst mér eins og riddari G5 væri leilur. Við rættum með hann á skákinu stóð og þurftir að hafa auga með þessu og... Já, þetta hefur verið óþarfi. Ég fyrir það með H6. Það var líka að hugsa drottning E8, það er kannski nákvæmari. En já, H6. Og hérna var ég mjög ánægður. Ég einhvern veginn hugsaði með mér sko að drepa og leika drottning E7 og síðan C5. Mögulega er það nákvæmara. Mér fannst samt einhvern veginn eins og hrókurinn á A3 yrði ofan í mörgum stöðum, en ég ákvað aðeins að bíða með það. Þannig í kappskák hefði ég örugglega leikið drottning E7, en svona í hraðskák reynir maður nú alltaf að búa til eitthvað glanspartí, bæði fyrir sjálfa sig og líka fyrir áhorfendur. C5 og hér var það uppskipti á og við rættum það hér að þegar að Guðmundur fór að... Hann má væntanlega ekki drepa á D5. Ég var pínu smeykur að myndi gera það. Að ég hugsaði með mér sko, drepa á D5 með peði, drepa á C3 sem lítur ákveðlega út, drottndrepur, C3, drottndrepur A3. Ég er bara svo lengi einhvern veginn tilbaka, þannig að ég hugsaði með mér drepa á E6 til dæmis hérna með 2 peð og þetta er held ég mjög, kannski get ég haldið þess einhvern veginn saman en já. Að ég á ekki einu svona sko, er þess að riddari C5 þá var ég að passa með hrókur A1 og það er alls konar svona tricks í þessu sem að ég var ekki alveg til í að fara út í hann. Ég var eiginlega pínu smeykur að myndi drepa á D5 en samt mjög erfitt sálfræðilega að opna á C-línuna. Já, já. En punkturinn í þessu er semst í staðin fyrir að drepa á C3 og bakkar aðeins að ef ég dreif með riddara þá getur hann dreif með biskup og biskupdrepur, þá getur hann dreif með riddara tilbaka, hótar drottningun E7. Þannig að hrókudrepur, þá getur hann farið tilbaka með hrókin og þá sit ég eftir með hennar veikleika á E6 sem að kannski alltaf í lagi, en riddari C5 kannski, en þetta er samt ekki jafn mikið draumastað og ég kannski lagði upp með þegar ég leik hrókudrepur C5. Þannig að þetta er kannski verið skárri leið. En svona sem betur fyrir að gera þetta ekki á því, þetta var nú mjög skemmtilegur skák fyrir vikið. Hann leik svo að riddari D4 já og fór í einhverjar aðgerðir hérna á drottningvagnum. Riddari E4 já, drepið og hér nærður riddarinn minn á D3. Já, sko yfirleitt maður riddara á D3 í þessari stöðu þá maður frekar sáttur. En stundum fær maður svona míni-heilablóðfall og gleymið því að peð eru ofan í. Eins og gerðist í skákinni, ég bara sá ekki riddari til A7 aðeins þegar. Já. Þannig að það var nú algjör óþarfi að vera að gefa honum þetta peða því ef ég geri það ekki, ef ég leik A6 hérna og held ég þetta sé nú bara frekar mjög þægilegt. Já. Ég er ekkert endilega að segja sem er mikið betra en þetta lítur út fyrir að einhvern veginn aðeins þægilegra á svartan. Sammála því. Hérna kom E5 og B4 og þá fór Guðmundur að sælast eftir þessu peði. En skemmtilega við þetta var að núna þurfti ég bara að fara all-in sem að það getur alveg verið frekar gott í hraðskákum að þurfi ekki að vera einhvern veginn að hugsa hvað maður eiga að gera. Það er bara, nú er bara eitt valmöguleiki úða og þá sjáum við bara til hvað gerist og það er mjög vanmetið og maður fann einhvern veginn að þráttur að er öllu líkið komið bara með betra hérna, þá var þetta svona mjög erfitt að tefla þetta. Já, A5 og þá leikstu F4 bara. Og hérna kom
ég veit ekki eins og C5. hversu mikið þetta er sko, af því að sem hann gerir bara ekki neitt, sem hann drepir bara B6 Já. af því að, ok, jú, ég er með press á F-línunni en þú veist, meðan hann er með biskupin á G2 þá er einhvern veginn ekkert svo auðvelt að máta hann, þannig ég veit ekki alveg hversu samfærið þetta er hjá mér sko, ég var eitthvað að hugsa sko, mögulega get ég drepið á E3 ég veit ekki, drótning F6 þá er hún ég á B6 og hún ég á E3 í framhaldi, en ég er samt ekki svona hótan einu eða svona, jú, kannski þetta einhver hugmynd, rókur F1 drótning B6 og hún ég á E3, jú, þetta er kannski eitthvað já, ok, þetta er alveg mjög óþægilegt en ég var ekkert alltaf samfærið með þessa tæmisku, kannski rókur D2 hérna af því að hann valdar, jú, á A7 Já, einmitt. En þú veist, ok, ég held við séum sammálum að hvítur á eitthvað hérna, hann getur haldið þessu saman en að halda þessu saman er síðan allt annað dæmi. Ég hafði engar svakalegar áhyggjur að ég myndi ná að gera það. En ég held að þetta sé alveg í góðu lagi. Og við sáum það líka að hér, býðum við, hann leik C5, já. Hér á hann 33 sekundur og þarna ertu kannski búin að ná honum í svona hennan barning svona. Já. Það sem hann er að setja pressa á hann og lítill tíma á klukkunni. Þannig að hér verða uppskipt á C5 og þú hyrðir þetta peð og það léttist aðeins á stöðun eftir þessu uppskipti hérna. Já, ég var mjög hausaðan líka þessu. Ég var svona einhvern veginn pínu gráður, fannst mér. Því eina sem ég með í þessari stöðu er einhvern veginn að reyna að leika E3 og út einhverju. Þannig ég er svona, hann hlýtur að geta haldið þessu einhvern veginn betur saman. Meira sér bara með því að drepa núna. Ég skil ekki okkur að hann þarf að vera að fara í drótning B4, satt best segja. Taka bara hér. Já, taka bara peðið og af því að þá er í rauninni E3 aldrei möguleiki eða svona alltaf síður möguleiki og af því að leiðan leikur drótning B4 þá hugsa ég með mér meiri segja ef þetta virkar og er frábært þá er ég samt að fara að náleika E3 og hann þarf að hugsa og riddarinn á A7 er stundum ofan í út af drótninginu E7 hótar þannig að ég hugsa með mér ok, þetta er bara draumur og þetta er reyndar eitt sem að Gummi á til að gera hann á til að reyna að búa til einhverjar gildrur eða svona einhverja taktík sem hann á eftir að lifa á eftir 50 ár sko, sem er algjör óþarft í þessa stöðu, hann getur bara drepið og telt þetta bara svona hefðbundi. Einmitt. Sjáum hvað gerðist í skákin eftir drótning B4, hér var líka hérna E3 og ég var reyndar alveg viss að ég myndi vinna þetta ég var að segja alveg sér, mér leið bara svona eins og þetta væri unnið. E-drepur F2, heldur betur að minnsta kosti mjög óþægilegt. Við sjáum að eftir kongudrepur F2 þá var í boði að gafla drottningu hérna. Þannig að Guðmundur fór með konginn á G2 og þá kom þessu óþægilega leikur hérna drottning G2 og nú þurfti Guðmundur að eyða tíma í að reyna að finna eitthvað til að koma með fyrir F1 drottning. Hann er örugglega mist af riddari D3 sem ég skil alveg að vissu leyti. Þetta er svona eins og hann sé að stoppa allt með hókur F1 af því að hann valda líka á F3 með biskunum á B7 og svona leið væntalega eins og þetta væri einhvern veginn að ná að hafast en riddari D3 er þetta mjög óþægilegur. Hóta drottningunni og riddarinn geti frá leiðin hérna á E-dritin með skák þannig að Guðmundur þurfti að eyða tölvörinn tíma hérna í að skáka. Jú, þetta er búið þetta. Hann skákaði hann leik biskup A6. Hjörvar skákaði þá E1 og við sáum að hugmynd Guðmundar var að ná að valda hrókin en leið og hann er búinn að yfirgefa hina skálínuna þá er F3 reiturinn óvaldaður og ef að kongurinn fer á H3 eins og gerðist þá er drottning H5 átt. Já, ég á einni F3 í henni stöðunni, þetta vinnur einhvern veginn allt. Já, og við sjáum það líka ef að þessi riddari drepin þá það er þetta spurning hvort ég hefði náð þessu sko. Og verður að fara hingað ekki? Hérna. Já, en ég hugsa að ég hefði reynd að fara í settings og reynd að stilla að ég geti vakið upp riddara sko. Já, hér? Já, út af því að ég verði auðvitað að vekja upp riddara ef ég sé ekki hitt. Það er líka mátt, ég hefði örugglega reynd að gera það. Tökum fram og smá kennsla fyrir áhorfendur að ef við ætla að vekja eitthvað annað upp en drottningu þá haldið inni allt takkanum á lyklaborðinu og þá getið þið valið. Alveg að milli gott að vita því. Ok, það er þetta frábært að vita því. Þegar búin að læra eitthvað hérna. En þessi skák endaði svona hörkubarningur og þetta var svona eitt af því sem við tölum að Hjörvar væri kannski aðeins öflur á svellinu þegar kæmi í tímaraksbarningin. Við ætlum að líta á eitt atviki viðbót og það var úr, hvað var þetta, næstsíðasta skákin þegar Guðmundur fór í
E4 ætlaði greinilega að reyna að leggja aðeins meira ástöðuna og reyna að vinna. Já, mér finnst hann tefla þessa skák mjög vel. Það var svona ekta gummaskák, hann teldi bara einhvern veginn á svona miklum krafti og úða áfram og þetta var svona kannski það sem ég var meira smeyku við fyrir Einví, hann myndi einhvern veginn fara í eitthvað svona og líka pirrandi sko í svona stöðum að ég hugsaði sko drepið, biskupdrepur og E5 strax. Já, ég ætlaði að leika E5 út að ég á biskup G4. Akkurat, við ræddum þetta aðeins. En vandamáli þetta virka, ég einhvern veginn var á því að þetta myndi ekki virka en kannski það bara bölvuð þvæla. Akkur fannst mér eins og hann geti drepið á E5 og leikið drottning G3 og það er leppur og það var einmitt það sem við ræddum. Kannski það bara þvæla. En hvað gerist hér? Biskup G4, drottning G3. Það verður þetta ofan í F6 líka. Já, einmitt. Það var það sem við heldum að þú væri smeyku við. Já, ég held að þetta sé mjög slæmt fyrir mig. Er það ekki? Já. Þannig að ég er ekki viss hann hefur séð þetta, en það heldur einhvern veginn saman sem er svona eildi pirrandi. Því þetta er rauninni aldrei möguleiki held ég. Sama væntanlega upp á teikningunum eftir Hróku G, það er ennþá óþægilegt fyrir að leyfa honum að taka hérna. Já, og svo síðan einhverju stöðum reyndar, ef ég myndi gera þetta á riddari D5. Þegar Peder á E5, hann leikur riddari D5, riddarinn drepur þá D5 og þá er biskupinn á G4 onni. Þannig að hann getur svona einhvern veginn haldið þessu saman með einhverju skítatryggsum. Einmitt. Sem er pínu pirrandi af því að sérstaklega þegar maður er að reyna úða áfram þá er mann einhvern veginn yfirleitt refsað fyrir að sjá ekki eitthvað svona, en þetta hélt einhvern veginn alveg. Þannig að þú lékst hérna biskup D7 og þá kom bara G4 og G5. Já, þetta var full sló og ég hefði vantarlega átt að leika sko B5 í staðinn fyrir biskup D7. Já, þetta var svona... Já. Hér er Guðmundur kannski komið með svolítið mikið frumkvæði og aðeins á undan. Já, þetta var máslipp, ekki það, kannski var þetta bara fyrir lægi máslipp, en þú ætlaði að ringa þess að það? Já, ég ætlaði að segja þetta, það er verið svona öllu eðlilegra, en enga síður, hann er komið mjög góða stöðu hér, þannig mér ætlaði grunnar að hans er komið góða stöðu hér. Já, G6, F-drepur og þú reynir að halda þessu lokuðu, en þetta er mjög óþægilegt hér. Já, en ég samt verða viðkynni þessar hérna stöðu og hugsa, ok, hann þarf alltaf að taka freka mikla sénsa til þess einhvern veginn að ná að halda áfram. Þannig að þetta er alls ekki eins og þetta sé eitthvað tapað sko. Mögulega samt á ég að vera pínu rólegur hér og sem er ekki eitthvað sem ég er sérstaklega góður í en að leika inn að biskup F6. Já, reyna að tryggja þetta þannig. Já, og líka svona með við hvernig maður búinn að tefla þá einhvern veginn aðeins að egna nýja að gera einhverja vitleysu en riddari D5, þú veist, hvítur lítur að vera með frekar fínastu við þetta. En það var samt hlut, partur á mér einhvern veginn langaði líka úða sjálfur áfram og búa til einhverja vitleysu. Ég var ekki að hugsa að þessu tímabúti ég væri tveimur yfir í matchinn. Ég ætlaði bara að vinna þessu skák. Já. Þannig að ég var alveg til í þetta líka. Þannig að hvort það hafi verið rökrétt eða ekki, ég veit það nú ekki. Við sáum hérna B4 hjá Hjörvari og C-drepur, hrókudrepur og þá fórnaði hann á H6. Já, þessi var mjög góður. Ég held að hann yrði að leika F6 fyrst, en þessi var góður. Og þú lékst þetta drottning A5, þú voru ekki viljað drepa hér? Nei, Hvað kemur hérna? F6? Já, mér fannst þetta full mikið, var ekki F6 bara? Ég lítið mjög þægilega út allavega. Já, og ég einhvern veginn út af því að mér vantar einhvern veginn 2-3 tempo til þess að búa eitthvað til. Þannig ég hugsaði með mér, ok, ég ætla að leyfa og ég fórnaði þessu peði bara og reyna að gera eitthvað sjálfur. Einmitt. En hérna náttúrulega eins og þú segir, ef þessi biskupi hefur verið komin á F6, þá nærðu... Já, næ að blokka þetta. Nærðu að blokka þetta. Ég verði auðvitað einhvern veginn að reyna að tryggja sko að G-línan haldist lokuð og líka biskupina H3 komist ekki á E6 í einhverju tilvikum. Akkurat. Þannig þetta er svona tvíþætt. En þetta er væntanlega bara unni á hvítan, ég er bara of seinn. Já. Svona grunna með allavega. Við ætlum að fara hratt yfir þetta því nú styttist hann í seinna innvígi kvöldsins. Við skulum sjá hérna endin á þessu. Já, byrju, þurfti hann að gera þetta? Þurfti hann að drepa á G7? Þannig ekki... Jú, það er þetta rétt af því að hann átti hrókudrepu D6, já, einmitt. Sérst, biskupdrepu G7, kóngudrepu G7, hrókudrepu D6. Hann hefur bara mist af því að hann á kóngu D2 í kjölfarið og ég get ekki gert neitt. Já, einmitt. Sko, ég hélt nefnilega í þessar stöðu, hrókudrepu D6, að ég geti skákað á A1-um. Sérst, drepur á D6, drottninga A1, kóngu D2 og ég ætti hróku D4 og hann myndi drepa og ég geti drepa á G1 og
þá helst þetta einhvern veginn saman. Hann þarf ekkert að drepa á D4. Það vantilega það sem tölvan að segja. Það ekki bara kongur, þú veist, 2 eða eitthvað. Já. Ég býst við að þetta sé unni út af því að þá viðheldur hann hótuninni á F6 Já. og líka með þessa leiðilegu hótun að drepa drottningunum mína sem að væri miður. Akkurat. En já, ég get ennþá telt þetta áfram en að sjálfsögur þetta tapað. Þannig já, þetta var svona síðasti sénsinn. Fannst mér en hann fekk hún reyndar einni viðbót. Já, við sáum það eftir biskupdrepur E4 og hér í Hjörvar sett orðin heilum manni yfir og Guðmundur þurfti að treysta á að hrista upp í einhverja kóngsagnum og hann fekk smá tækifæri hérna eftir hrókudrepur F6 og þá byrjar smá eltingaleikur og svo ítti hann þessu peði á stað og hvað var það? Riddari G6, biskup D7 og biskup E8 sem hótar að drepa riddaran á G6 en hótar líka að vekja upp og ég verð nú að viðurkenna að þegar við vorum að fara yfir þetta þá ræddum við bara G8 drottning en þú átt við að hann hefði getað ítt á allt og fengið sér riddara. Já, ef hann hefði vitað af allt trikkinu Já. þá mögulega hefði hann geta gert það sko. Ég er ekkert endilega kannski gert það allt í lagi. Hér allavega fellur drottning. Já, það er ekki gott. Og hér þetta helst þetta saman. Drottning F6 af því að vandamálið sko ef vilja kongur G4 og geta drepa með biskup og valda í gegn á C2 þannig ég verði einhvern veginn að reyna að halda þessu. Býtu drottning H8 er það leikur það? Já, þá sjáum við að það er aftur gaffall hér en leppur, biskup, já. Þetta er einhvern ótrúlega hátt kannski leið. Og hvað ef hann riddar F6? Riddar F6. Þetta hlýtur að tapa. Af því að ég kemst ekki undan og hann getur alltaf skákað mildinni. Já. Já, maður álíka bara að vekja riddara þegar maður getur það. Það Já, er algjörn regla sko. Já. Hjörvar, kæra þakki fyrir að fara yfir þetta með okkur. Við óskum þér aftur til hamingju með sigurinn. Þú mætir annarkvort Birni Þorfinnssyni eða Helga Ólafssyni í úrslitum næsta sunnudag. Það verður gaman að fylgjast með því. En kæra áhorfendur, ekki fara langt. Við fáum seinna í kvöldsins eftir örskamma stund. Já, komið þess að eftir. Við bíðum núna eftir seinna í kvöldsins. Það er Helgi Ólafsson, stórmeistari og Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur meistari. Já, þeir eru reynda bara komin á stað. Já, þeir eru byrjaðir, já. Já. Nú, við fáum vonandi á skjáinn. Við fá upp sýningaborðið. Já, fáum sýningaborðið. Og þeir eru mættir þarna félagarnir. Það er Helgi Ólafsson sem að stýrir hvítu mönnunum í fyrstu skákinni. Björn Þorfinnsson með svart. Þeir eru þarna einbyttir og glæsilegi félagarnir. Og já, svona hefðböndin. Helgi Ólafsson byrjun, hann leik riddari Finnu 3 í fyrsta leik. Hann er mikið í þessum vængtöflum enska leik. Riddari Finnu 3 í reti og... Já, kom kannski ekkert sérstaklega óvart. Nei. Og var ýmsað svona vangaveltu fyrir þetta hvernig Björn myndi svona mæta skákstíl Helga sem teflir hratt og traust
og fer svona stundum með löndum í byrjuninni. Já. Treystir á svona tæknilega þáttinn í sínum skákstíl. Það getur verið erfiður við að eiga. Björn hrifnari af flækjunum eins og við höfum áður séð. Já, þetta einu mun, já, við spáum því þetta er svona aðeins öðruvísi heldur en einnig sem var áðan. Það er svona, ég meira svona, já, class of styles, það er svona, já, Björn þarf svolítið að stýra sig yfir í sína styrkleika. Já, og Björn verður að passa líka að gleyma sér ekki á klukkunni því að Helgi er ansi fljótur að koma mönnunum í svona, setja menn undir pressu á klukkunni. Með að gera kannski lítið, en gera það vel og gera það mjög hratt. Akkurat. Og við höfum allir fengið að upplifa það. Já, við allir fengið það. Og hér er það Björn sem að leikur riddari E4, býður upp á uppskipti og það er kannski svörtum í haga létt aðeins á stöðunni hérna. Já, ekki Björn bara alveg þokkalega vel vunna í þessu stöðu. Aðeins, verið tíma ekkert alvarlegt. Já, Björn hefur oft verið svona sakaður að, já, vera ekki bestu barnana í byrjunarþekkingu. Og kannski hans veikleiki oft á tíðum. Já, það er rétt. Þannig að ef hann nær svona að komast þokkalega á byrjunum, sérstaklega með svörtu. Helgi er mjög erfitt að hafa svart á Helga. Þá á hann alveg einhverja möguleika. Já, ég sammála því að Björn verður að passa sig að verða ekki bara hreinlega undir sko, í byrjuninni. En það má þokkalega við una hér eins og við vorum að tala um. Já, hann har verið uppskiptið á G2 og Björn sækir hérna í frekari uppskipti. Já, reynir að létta á stöðunni. Það verður áhugavert að sjá hvað Björn gerir með hvítumönnunum á eftir gegn Helga. Það er svona Björn gæti farið í sitt helsta vopn, píramída ára. Píramída. Það er spurning hvað Helgi með undirbúið gegn því. Já. Það má geta þess að Björn teflir allalega frá London í Englandi, þar sem hann tekur þátt í London Chess Classic mótinu. Já, sem framfer á Emirates vellinum í London, heimavelli Arsenal sem er einmitt uppáhaldslið Björns og leiðum að frétti það að mótu verið þar, þá gæti hann ekki setið auðum höndum, ég held að hann bara keypt farmiðan bara samstundis í einhverju skyndakurinn. En þurfti þá að fórna einu af sínum uppáhaldsmótum sem er Íslandsmótið í hraðskák sem fór fram í dag og Helgi Ás Grétarsson vann glæsilega. Einmitt. Hvernig Er ekki smá óþægandi hjá Helga núna? Jú, það er onni þessi biskup og hann fer tilbaka, hróknum með D5 reyndar ekki bóð út að 1-4 en má ég þá leika drókning E6 og peði lepp. Nei, já, það dreifir náttúrulega D5 fyrir ekki. Það leysir þetta svona taktiskan hátt. Já. Ég viðurkenni að ég var ekki búinn að sjá að ætti hann E4. Ég held bara að D5 væri það núni. En nú hótar Helgi að leika E4 og ná hann því þá kemur eitthvað fluga á þessi peð. Komið með úþægilegt og sterkt peða með borð. Bjössi tekur sér tíma, komið svolítið undur á klukkunni, er hann að hvað er hann að reyna að föndra? Hann er að leita að einhverju leið til þess að svara þessum E4-leik. Já. Nú vofir svolítið yfir, hann leikur biskup F6. Kemur ekki bara ég held að hvítur einu bara að leika E4 hérna samt. Okkur E8, F3. Já, spurning hversu sterk þessi peði verða. Hann tekur á B2 og hann þarf að halda eitthvað svona blokkeringu en hann vill hafa drottningarna inn á, já. Já, heldur að Helgi leiki bara Það er spurning hvort Helgi leiki E5, sko. Hann leikur D6. Okkur fyrir á D8, hann valdur þetta vantalega með E5. Sem virðist fyrir lagi. Drottningi kemur á E6. Þessi peði eru svo sem fyllilega skorðuð en þetta er hættulegt og já, nú reynir hann að brjóta þetta eitthvað upp. Já. Svona getur séð fyrir sér að hluturinn getur fara hratt í vaskinn hjá svörtum. Nú er hann búin að veikja skálínuna á kongnum. Og maður sjá nú ekkert endilega einhverja góða leið til að nýta sér það.
hann skáki og hafi hrókin á E6 eða hvað? Þetta er samt einhvern veginn sko, hann er svo passíft hjá svörtum. Já, hann er eiginlega svona við það að verða mótspilslaus. Sko. Við sjáum til dæmis að ef að það verður drottningröfskipti þá gæti hvíti kóngurinn átt greiðilega hann inn á hvíturættina. Já. Þannig að spurning hvort að Helgi reyni eitthvað að bjóða upp á skipti núna. Drottning F2 kannski? Já, drottning F2, drottning G2. Hrókur D2. Það er engin svona leppunar lúsi í þessu. Við getum alltaf tekið með hrók á D6. Hann leikur C4 er að fá eitthvað príleika á móti. Björn kominn í 31 og Helgi kominn niður fyrir 40. Þetta er kannski eitthvað sem Björn er kannski loksins að ná þessu í svona smá tímabarning. Já, hann er... Og ef hann nær Helga niður á klukkunni, ég held að það sé svona hans besti séns að ná komast í einhvern klukkubarning. Ég er ekki Björn líklegur að þeir fara í eitthvað barning? Jú, algjörlega. Björn er... Kannski helst þar sem hann er svona... Hann er sleipur. Á móti Helga. Svo ég slettu nú, hann er svona ruthless, sko. Hann mun alveg neglega niður á tíma hróki undir hann sem fór nokkuð samskipið. Já, hann mun gera það. En nú er Helgi orðinn rauður. Það er að segja undir 20 sekundur, en nær að skeyta upp á drottningum. En þá fjall F-impið, er ekki Björns að redda sér þá? Já, hann má ekki taka D6 út af hróku C8, en... Það er mát, en... Hvar? D-F-in leikur hann. Nú kemst kannski hrókurinn inn á F7. Já, svartur er peði yfir, hann tapar Asju-peðinu, en nú kemur hrókur F7 og þá vantarlega bara hrókur G6 getur valdað. Já, þetta er alltaf lagi. Og það ætti að vera í lagi. Og hann skiptir bara hrókum sem bara skynsalegt og já, ég myndi segja þetta sé frábær björgun hjá Birni. Það var komið fast með þessum vandræði en náða að redda sér. Gott fyrir Björn að komast inn í þetta svona. Já. Og þá fáum við skák nr. 2 þar sem að Björn stýrir hvítumönnunum og þá er það píramíd. Er það píramídi? Já. Það fannst þess að Björn bara svara mér hana. Já. Og Helgi er greinilega búinn að undirbúa þetta kerfi hér að hingra með D-peðið. Já, ég er ekkert sem kemur óvart. Helgi hefur vantarlega eitthvað litið á þetta fyrir skákina. Leikur biskup A6 og býður upp á uppskipti á þessum biskup sem að Björn hefur oft notað til að mata menn á hvítureitum. Ég dálæti á þessum hvítureita biskup hérna á skálinni. Þá fáum við svona frekar hlutlausa stöðu svona þannig. Eigum kannski ekki vona á að Björn fari í mikla kóngsóknir. Nei, þetta verður svona aðeins stöðulegra. Ef við sjáum að Helgi hingrar ennþá með D-peðið, ætlar hann að fara með á D5 eða ætlar hann að láta það vera til að halda valdi á E5-rétnum? Hann hingrar með það. Já, hann ætlar að tefla svona einhverja... Já, fer í svona minnihlutarás. Kannski fer í minnihlutarás án þess að gefa Birni E5-réttin fyrir rittarnarsinn. Já, því hann hefur alltaf tök á ef hann vill að leika D6. Hann er vel sáttur að hafa annar rittaran eitt hjá hann D4-réttinum held ég. Björn er að sportna við þessu með því að leika hérna A4. D6, já, tekur F5-réttin, hann rífur líka blokka skálínuna, þannig að rittarinn valdir þetta B5-peð, þannig að hvítu geta drepið á C7 og tekið á B5. Þó er reyndar í loki þá hrókur B8 önnum peðið tilbaka, en Helgi heldur bara kontróla þessu öllu saman. Ég myndi nú taka svart hérna, þetta er nú tefnilega nú ekkert ósvipað sjálfur oft svona setup á móti London, þetta er svona eitthvað sem geti komið upp úr London-kerfinu. Þetta er svona þægilega stöður á svartan. Já, svona bara að fara í þessa gömlu góðu minnihlutarás og hvítur er svo sem ekkert að gera neitt svakalega mikið. Einmitt. En aftur er staðan alveg traust. Þetta er nú ekkert, það er ekki eins og þessi þvingaðir vinningur hótt mann á einhverju minnihlutarás. Það er okkur A4, já. Býður Birni að taka hennar rók og... Já, og þá opnast B-línan. Veikist þetta peð kannski aðeins en á móti þá hefði svarti fengið svolítið mikla pressu hérna á B-línunni á peðið. Ég sá hvað er að leika B3 sem náttúrulega veikir aðeins peðakjöfuna. C3 peði veikt en hann flengir því bara áfram á C4.
Við sjáum hvað Helgi er að tefla rosalega hratt. Já, þeir báðir reyndar. Þeir eru komnir hérna í hvað? Já. 23 leiki og þeir eru ennþá með vel yfir 2 mínútum. Rittarinn getur náttúrulega að fara aftur á D5. Það hann vill. Hann getur líka tekið á... Já. Þetta samt taka C4. Setur smá press á D4-peðið. Gæti verið að hugsa um að taka á D6 en það virkar... Nei, hann á tekið á D5 með rittara og hóttaskák og E2. Það er óþægilegt. Hann gerir það. Já, Helgi var hissa hana. En ég held að rittari þetta byrja D4 sinni og helviti óþægilegur hérna. Hóta rittari E2 eins og Ingvar bendir á. Gafli á drottningun og C3. Og það er erfitt að sjá hvað Björn ætlar sér. Þetta nú, rittari þetta byrja D4... C5 Það verður ekki alltaf kallóni. Það verður kallóni á D6. Já, leiðum við tökum drottningunum með peði C-peðinu, það var biskupin á D6 og onni. Þarna var Björn aðeins og kvartís held ég. En kannski, já, hann sá þetta ekkert sko. Ég held að geta ekki bluffað sig gegnum það hérna á þessari vefmyndavél sem við höfum á honum. Nei, Björn verðist alveg að hafa mistað af þessu. Já. Hann leikur C5. Já, þetta er nú bara kallið hafið, er það ekki? Rittari E2, kongur F1, rittari drefur C3, C-drefur B6 og biskup drefur D6. Verðist vera bara heilum manni yfir fyrir Helga og engin sérstök færi með þetta peð. Nei. Biskupin valdar upp röddinn. Getur líka B7 frá grátt en það er bara vald þarna á B8-reinum. Þannig að Björn getur nú bara gefið þetta, ekki nema vilja reyna að þreita Helga. Já, hann er kannski ekki svo galinn hugmynd. Nei, tefla allar skjákjúpar eins lengi og hægt er. En þetta var nú óþarfi hérna. Já. Þetta var bara taktísk yfirsjón, það gerist svo sem. Nú er einfalt fyrir Helga bara að koma með kónginn og fara með hann af 8. rittaröðinni og yrði það svo bara þetta peð. Björn ætla kannski með rittarni sinni eitthvað á stað. Það er voni hann á B4. Já, það er ekkert að frétta. Má mér sér bara drepa B4 núna ef það vill. Ég ætla að skrifa núlega Helgi Ólafsson. Já. Það hefur verið fært til bókar. Það er fært til bókar. Og Björn gefst upp. Staðanorðun 1,5 Helga í vil. Helgi tekur forystuna. Og aftur fær Helgi hvítumennuna. Já, Bjössi ekki sáttur við svolítið hana. Nei. Veit það vel. Já, þetta var óþarfi að gefa honum færi á þessari taktíkarna. Helgi er klár í þriðaskákina. Ég sá það síðast að Helgi svona stendur upp og tegir sér alltaf eftir hver einu skák. Já. Það getur verið líjandi að sitja við skjáin svona lengi. Já. D4, D5, já. Björn leikur biskup E7. Herðu, allar hann að tefla? Nei. Allar hann að tefla systemi sem ég sýndi honum? Nei. Við erum náttúrulega búin að vera að tefla London Jazz Classic og svona aðeins búin að vera að senda honum ráðleggingar. Og hver veit nema það geti komið á góðum nótum í þessu innvíi. Já. Þessi nú, já, ég veit ekki alveg hvað hann ætlaði að tefla hana. Þetta er ekki alveg hans heimavöllur held ég. Þetta er svona einhver afbökuð útgáfa af drottningabræði Semislav. Já. Þetta er eitthvað kokteil. Eitthvað kokteil, já. En ég held að Bjössi veit ekki alveg hvað er í kokteilum. Nei, en hann skellur honum í sig. Hann skellur honum í sig. Ef hann er vondur, þá bara skýrst honum út. Hogtúa. Biskup B7 og þessi rittari lítur að fara á D7. Jæja, þetta lítur nú að vera lagi samt. Hjá honum byrni. Allt nokkuð hefbundið. Jæja. Helgi býður með að taka skarið á miðborðinu.
Ég held að hvítur hegin og yfirleitt fleiri svona gaglega byggleiki en svartur hérna. Já, hann er einn af þeim. Einn af þeim, já. Ég hugsa að Bjössi drepa á C4 á svona einhverjum tímamóti og leiki C5. Já. Jafnvel C5 strax. Jafnvel. Jafnvel. Já, þá fáum við þessa spennu hérna milli hróksins á C8 og drottningarinn á C2. Fullt af mönnum á milli en það er alltaf óþægilegt að hafa svona hrókinn í skotlínu og drottninguna. Bjössi er að falla aðeins eftir á hérna á klukkunni en hann dreipur á C4 og C5 eins og þú spáðir. Já, ég hugsa að Helgi bara haldi þessu rólegu sko. Bakki bara með biskupin og E2 og haldi þessu einhvern veginn svona. Já. Gerir það. Fyrirfram þá hérna á lengjunni þá var 1.27 á Helga, hann var talinn sigurstranglegri í þessu einu heldur en Hjörvar áðan. Spurningunni það kemur út, ég veit nú einhverjir það var svona eini eins og krakkarnir segja djús í stöðlinn á Bjössa, það var 3 í stöðl þannig ég veit að hún einhverjir að setja 1-2 kallar Bjössa svona upp á spennuna. Já. Já, hann er nú til alls líklegur en er að hrista eitthvað upp í stöðunum. Já. Hérna sýnist mér hann nú bara hljóti nú vera bara búin að hérna tablið. Já, óþægileg pressa hann á C3-rittarinn og já, búin að losa þessa pressa á miðborðinu sem spennu í hérna peðunum. Þannig að fáum við hérna biskup F3 á móti biskup B7, við sáum þetta ítrekkað í einvíðinu hjá Hjörvari og Guðmundi. Skynsamleikur hjá Birni að fara með rittarinn og F6 og valda biskupinn, drottningu. Já, valda þess að biskupinn B7 sem mikilvægt og bætri valdið á rittarinn E4. Og er þá farin að gæla við að taka hann rittar á C3. Já. Sem hann gerir. Nú er spurningin já, hrókudreipur og það hlýtur nú að vera gott hjá okkar að taka sílina, hrókudreipur C3, já, hann getur ekki lengur. 100 D5, já, ok. Ég held að myndi dreipur C3 og leika hrókur C8. Nú hlýtur Björn að vera að koma með þetta hlýtur að vera alltaf lagi. Hún er jafna tablið eins og við segjum. Já. En þetta er nú samt svona stöðu sem að Helgi þrífst ágætlega í. Já, hérna við sjáum að peðin er öll, þetta er svona samhverf peðastað, peðin er öll á sömu línum, það er ekkert ójafnvægi í peðunum, það er mjög lítið. Það eru mismunandi stilt upp hérna á drottningavæng, en annars er það lítið í þessu. Helgi loftar út með H3. Já. Og Björn leitast eftir uppskiptum á hrókum til að létta eitthvað á stöðunni. Engin sérstök vandamál fyrir Björn í augnablikinu. Og með heldur ímur að tabla ef eitthvað er. Nú vil ég vil spennandi þeim ég vil fá klassískan Björn, hann er svona finna eitthvað skemmtilegt í einhverju barningi og svo fáum við svona fist pump svona. Já. Við sáum það Björn nefn, sáum það ítrekka á móti Hannesi. Á móti Hannesi mitt. Það liði sér mikið inn í þetta, hann Bjössi. En þetta virkar nú hálf bara svona. Já, tefnislegt allt saman. Já, þetta er ekki mjög spennandi staða. Nei, báður komið kóngurinn á miðborðið. Já, er ekki svartur svona, hann er með sélínuna, það er svona aðeins meira gagn í sélínunni, myndum maður halda. Og það er nú ekki að skipta öllu máli. G4 er svona aðeins að tryggja sér meira rými á kóngsagnum. Nú Helgi komin undir mínútu og þá þarf hann kannski aðeins að passa sig að lenda ekki í einhverjum tímarhags barningi. Rittari finnur 5. Athyglisvert. Hugmyndin þá eftir E-dreipur F5 að ætla hann að taka hennar rittar á D5 sem hann nú gerir. Það skýtur hann okkur 7, getur hann að mista því valla. En Bjössi getur fikið hápeð. Já, er þetta ekki hagstætt fyrir svartan? Hann fær svona, eins og sagt á fjarlægin frelsíka. Já.
Ég held að vinningssensanir séu svartsmegin ef það eru einhverjir. En það er spurning hvort það dugi. Já, Helgi Það nær leikur G5, já. Helgi nær vantilega að leika E4 eða ekki og loka kóngin af svona mestuleiti en býða nú við. Býða nú aldrei sér. Finnur 5 hjá Bitni. Kemur upp fyrir E4 og nú er plansast að koma með kóngin inn á miðborðið og hvíti kóngurinn, kóngur Helga þarf að hafa auga með ápeðinu. Nei, þetta er líklega jafntefli núna þetta ég sé ekki alveg hvernig við það leikur G5, F5, já nú er þetta já. Spurning hvort hann hafi, ég held að hann kannski aðeins meiri séns að áraðleik F5 að koma bara að stað með kóngin eða hvað. Já, F5, E4 Já, tilfinningin er að þetta hafi verið eitthvað varasamt. Svartur alltaf með fjarlægi frelsingja mögulega ef hann hefði farið rétt í þetta það hefði nátt ykkur að sensa en nú ætti þetta að vera jafntefli fyrir báðum með völdu frípeð og get ekki ná ekki virkja kóngana ná ekki að gera svartun er aldrei að drepa á E4 með sínu kóng og hvítu getur aldrei drepið G-peði eða aftarapeði. Já, nú bara býða báðu kóngarnir og jafnteflið óumflýjanlegt. Sýnir sem hann heim. Ætla að vera ekki bara kóngur H3, kóngur F6, kóngur G2 og jafntefli. Jafntefla. Já, Bjössi hristir aðeins þessu þannig að skynja að hann átti kannski smá séns í þessu. Já. Ok, staðan er 2-1 og við förum þá í fjórðu skákina þar sem Björn hefur hvítt. Og aftur fáum við einhvers konar píramída væntanlega. Ætla Bjössi að halda sig við biskop G5 og svo er það já. Og aftur fyrir Helgi í sama áðan. Björn breytir út að leikur C3, leik E3 aðan. Já, svona smá stegsmunur á þessu allir saman. Og Helgi er aftur að gæla við hennan biskop A6 leik mögulega. Já, ef maður leikur E3, B6, er ekki mikilvægt að skjóta inn H6 út af fræðir Júsupov skák? Jó, það er einhvern D5 leikur. Hvítur á D4, þetta er C3. Leikur Helgi aftur biskop A6 eða hvað? Já, nú náttúrulega peðastan við öðruvísi, áðan var Björn með peða C3 og D4 og nú var hann með E3 og D4. Þetta verður svona líkara einhvers konar uppskiptabrið í slavnesku vörn nema hvaða að peði hefur svona meiri möguleika hérna á D7, þetta er haft á D6 geimta eða setta á D5 líklega hefur hann á D6 eins og áðan. Þetta hefur svona verið hugmynd Helga til þess að draga vígtörnundar úr Birni, skipta upp á biskopunum. Já. Er einhver hugmynd hjá hvítum að hoppa með riddarann á E5 og eftir? Það má vera, þetta er C7, þetta er E5 kannski B5 já, skotið inn B5 og það sleppur allt saman. Bjössi hrókar. Já, ætlaði kannski eitthvað að príla á sélífinu núna. Helgi forðast ennþá að íta þessu peði á D5 og vill ekki gefa eftir E5 réttin fyrir hvíta riddarann. Já, vill halda þessu möguleika, getur valda hennan rétt hérna. Setur riddarann á D5. Biskupi fyrir að gunna 3. Mér finnst þetta nú vera orðið svona nokkuð þægilegt á hvítan. Já. Þannig séð. Traust aða og svona ekkert erfitt að tapa stöðuna. Við stilt upp á sílínunni með góðan kóng og
eftir atvikum, jafnvel ítt 1-3-4. Já, einmitt. Kannski ef Svartur fara að taka G3 þá getum við fara að huga því að íta E4. Björn með aðeins betri tíma núna. Hann er komin á seilínuna svona eins og við var að búast og hefur bakvið að leika E4. Á svartrauða tími er F5. Já, náttúrulega ákveðið veiking. Það leikur B5. Drottning Bjarni 3. Leikum Rittur Bjarni 4. Sildur á hrókin og já, það er aðeins að passa okkur. Hann á kannski... Þetta á hann ekki Rittur í sísa svona. Og hrókurinn á hann reyti, hvað hann ekki að... Þetta var mjög sérstakuleikur hjá Birni. Hrókur C7. Það var svolítið möppellegt, Bjössi minn, sorry. Það fer bara beint inn í músagildruna og lætur okkur senni. Það neðist til að fólta skipta minn hérna. Ok, hann getur drepað á CS og svo leikir Rittar í E5 eitthvað. Jú. Það er eitthvað. Það er eitthvað í því svona. En hann þarf að gera það fljótt. Já, mér líst nú ekki á þess að þessi biskutur upp D6 og hrókur C7, þetta eru aðeins og ódýrir afleikir hjá honum. Já, sammála því. Björn gefur sér tíma núna, hann verðist að hafa mistað þessu leik. Einfallega hrókurinn lokaðist inni. Tek undir með það sem að Ingvar var að segja, þetta var svona, þetta er aldrei sérstök yfirsjón hjá Birni. Hann drepur með hróknum á fyrstu rittaröðinni. Þá er Björn skiptamun undir en... Þetta er eitthvað út hjá okkur. Björn skiptamun undir en með eitthvað spil fyrir. Það er smá slís hjá okkur, hann er alltaf komið áttur. Já, hann er alltaf með sterkar rittara og peðið upp í skiptamun en Helgi hlýtur að skipta upp á þessum hrók hérna með hróku C8. Rittari C4, já, ok. Kemur svona smá brella hjá Birni. Já, með síns þetta nú ekki mikil innistæði þarna í þessum brellubröðum. Veitu nú þið, hvað er þetta? Já. Drupur E6. Athyglisvert. Það er náttúrulega ekki einu svona að drepa þetta. Nei, en úr því sem komið var kannski kannski að gera en... hrist upp í þessu. En ok, ef hann drepur drottningdrepur E6 þá gæti hann hirt hennan biskup á E7 og eftir. Já, en það er spurningi hvort ég eitthvað staðar, þú veist, hrókur C, hrókur drepur F2. Já. Eitthvað slíkt. Einmitt. Það er rétt, skák á C1 og drepa á F2 og hóta máti á G2 og Björn á enga skák í stöðunni. Rosalega mótspils lítill, það er ekki að leika eins og rittari B7 eða eitthvað slíkt, en þá getur hann nú farið bara inn með hrókan á fyrsta rittaröð. Þetta getur nú Helgi bara, já, ok, smá lús þarna að skáka á E4. Ef Helgi hefði verið fljótur ástjór og tekið hérna, þá ætlaði Björns að skáka hérna. En hvað er nákvæmast að gera í þessu? Ég hrókur F1, hóttar allavega máti. Drottning F8. Það virkar nú. Leðilegur fyrir Björn. Það er leðilegur fyrir Björn líka. Sérstaklega því að drottning E4 svarar með drottning F5 og þá verður að gera svona valda H5-breytin. Já. Svo ég skáki nú ekki á hálínunni. Og þá kemur hrókudröpu G2 og drottning F1 og máta H1, eða ekki? Takk fyrir. Jæja, þá er þetta nú steinbúið. Steinbúið, sagðan. Einu möguleiki Björns er að íta miðborðspöðunum á staði núna. En Björns eru síðan svartara. Fullur, já, hann var náttúrulega bara máti í einum fyrir tveimingum, hann máti Hannesi. Já. Náði einhvern veginn að lifa það af. Ég myndi nú ekki að setja pening á að Býtu nú við. Þetta hrókudröpur E3. Hann stoppar allt.
Já, hindriturinn á C6, getur reynt það. En Helgi tvöfaldar og þá er þetta orðið of seint allt saman. Sýnst það? Nú reynir Björns að sjá fyrir sér. Nei, Nei. það er ekki að sjá neitt fyrir sér. Ég sá fyrir mér að það var einn rittar á E7 og valda G8, það var svona að ná þráskák á F8 og G6. Staðan- Svo það er langsótt. Staðan 3-1, Helga Ólafssoni vil og við förum í stuttar auglýsingar, komum aftur eftir skamastund. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýpa. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta fer þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gegga. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Frábær sending hjá Dagnýju Brynjarsdóttur. Og Fanndís í færinu. Og Fanndís Friðriksdóttir er að skára! Stórkostleg hjá íslenska liðinu. Ísinn er brotinn.
Já, velkomin aftur. Við erum að fylgjast með einvíi stórmeistarans Helga Ólafssonar og alþjóðlega meistarans Björns Þorfinnssonar, staðan 3-1 Helga í vil. Ingvar, nú verður Björn að gefa hans í. Hann verður að finna einhvern annan gír og stíga bensíngjöfuna. Já. Fer ekki vel á stað hjá honum. Og 3-1 og mér finnst hann hafa valla náða að búa til vandræði fyrir Helga. Svo hægt sér að tala um. Og það er spurning, hann fær náttúrulega pásu og getur hugsað sér gang og það er spurning hvað hann kokkar upp. Já. Ég held að næsta skák sé mjög mikilvæg. Sérstaklega tappenningi. Einmitt. Með svart núna. En þetta getur verið erfitt og þeir eru komnir á stað, Helgi með hvítt. Það er Daniel 4. Já, Helgi, Björn þarf að finna einhverja leiði svona til að ná skákunum í meiri tímarhag. Hann kannski bara halda þolinmæðinni og Hjörvar Steinn var hérna með okkur aðan og bent á það að hann ætti nú kannski að akkur er hann leika biskup Esju? Já, við fáum upp drottningabræði eins og við fengum áðan. Já, að bent á það ætti svolítið tefla eins og telti þriðjuskákina sem var einmitt í þessari byrjunni þar. Já, hann bara þolinmæður telti traust og var ekkert að reyna mikið og svo enda hann á því að hann fekk séns í pesataflinu. Einmitt eftir smá tímarhag. Og staðan er 3-1 Helga í vil. Við möttum að uppfara stöðuna á skjánum hérna hjá okkur. Já. 3-1 fyrir Helga. Fáum það svolítið að Helgi heldur áfram að tefla bara traust, rúkar að miðborðið. Það er mjög svipað og skákinn hjá máðan. Þá, ég man ekki hvort það er þessar stöðu sem að svipar stöðu sem að líka A3 Helgi. Já, einmitt. Og ég held bara nákvæmlega þess að... Já, var það ekki bara. Og Björn drap á C4 leik C5. Var það ekki bara akkurat svona? Það var akkurat svona hérna áðan. Og Björn hugsar, menn voru svona sammála það fyrir einvíið að möguleika Björns fælist einmitt í því að halda mönnum inn á borðinu og reyna að ná Helga í einhvern tímarhagsbarning. En Helga hefur tekist nokkuð vel að stýra þessum skákum svona sér í hag. Fram að þessu. Já, hann stígur Helgi upp. Ætlar að ná sér einhverja hressingu. Það kostar hann tíma. Og Björn fer með riddarann á F8. Ætlar kannski með hann á Gunnar 6. Biskupsbréf 6. Og E4, já. Já, leður riddarinn fór F8 þá gæti hann ekki tekið tilbaka með riddara F6 og þá kannski verður þessi E4 framráðs aðeins sterkari. Og nú það Björn aðeins að hugsa hvernig hann ætlar að bregðast við. Hann drepur þetta, já. Ætlar hann að halda biskupinum inn á borðinu. Ég hugsa að Helgi leiki næst C5 fá hann tækifæri til. Já, ok. Já, það er svona kallarlanleikurinn. Í þessu þótt að sé ekki kallarlan, þetta er svona svipað prinsip að tefla svolítið að móta þessu biskupin og B7, gera hann svolítið slagan. Hann byrjar að riddar E5. Riddar E5. C5 er náttúrulega ekki leikur fyrir svartan í stöðunni heldur út af hróknum á D-línunni, þannig að Helgi heldur þessu opnu að skrúa þetta peðana niður á C5-reitin. Nú kemur C5, já. Nú það bjöðs að passa sig. Það er smá hérna. Heldur betur. Hann leikur hróku D8. Smá stöðulegan barning. Hann heldur sér svona nokkuð fast og Helgi eigur í rými sitt, Bjarni 4. Helgi með mikið rými hérna á drottningavægnum og Björn með þröngastöðu sem hann er með alla mennuna sína á 7. riddaröðu aftar. Og svolítið erfitt að losa svörtu stöðuna hérna. Helgi undirbýr að fara væntanlega kannski með biskupinn á F3 og setja svo C6-beðið. Mest of helgaleg staða fyrir Björn og hann er komin svolítið undir á klukkunni. Helgi kannski tekur þetta með, jafnvel með riddara bara. Gerði það.
Já, þetta er staða sem að Helgi hlýtur að vera ánægð með. Já. Hann stýrir algjörlega ferðinni hérna biskup F3 og Það minnir maður skák Karp og Kjell Laut hér að mörguleiti sem að mjög slagur svona hvítrita-biskup sem að var þarna bara fram í biskupendafl og hvítu að meira að segja á tímabili peð undir en bara með öll peða á svörtureitum og vann þetta töflu nokkuð auðvitað. gefum við biskupin á A6. Ætlar hann að fara að eldast við að vinna CSP eða heldur hann ekki bara pressunni á beinni? Já, setur alltaf á peði. Þetta er B3. Þessi rittari geti fyrir síðan farið síðar á A5. Og þetta er bara hér, getur alltaf valda hérna. Björn tekur þá ákvörðun að bjóða CSP-ið sitt sem kannski er eitrað, skal ekkert það segja. Nei, hann heyrðir þetta. Dróning finnur 4, reynir að búa eitthvað til. En þetta var líklega dýrt peð að missa. Gunnar 3 getur verið nokkuð óhrættur við veikingar á hvítureitunum, þar sem hann ræði miklu betur yfir hvítureitunum. Biskupin getur alltaf komið tilbaka og valdað ef á þarf að halda. Já, Helgi veist það var fullkomna stjórn á þessu. Já, það er erfitt að sjá hvaðan mótspilið á að koma hjá Birni. Dróning E4 pinnar hann að riddara svolítið niður af því hann þarf að valda ásjöreitin. Já, hann þar ímsu núna. Já. Geti skotiðin, ok, hann gat kannski skotiðin Róku C5 til að gera stöðu drottningarinnar. Já, svolítið svona leðuleikur. En nú getur hann eld drottninguna. Það er biskup G4, hvað svarar hann því? Bara ekki. Mér fannst Björn þurfa að fara með drottninguna eitthvað annað. Úff. Já, þetta var ekki góð skák hjá Birni, samt sigur hjá Helga Ólafssoni. Þetta byrjar ekki vel eftir hlið og hvað ætti sé eftir í tanknum hjá Birni er ekki að finna nægilega góða leiðir til að ógna Helga. Mér finnst ekki góða byrjunir í gangi hjá honum, en að vera hann enska leikinn kemur nú eilítið óvart. Já, gott ef það er ekki byrjun sem að Helgi Ólafsson sjálfur sagði hann með einhvern tímann að tefla og skákmóti. Já, held að 1-3, já, byttu nú við. Hugsa Helgi ekki jafnvel drepi, já, hann gerir það. Já, er þetta ekki svona ekkert sérstætt kannski í akkurat þess afbrigði? Nei, hugsa nú ekki. E4 er kannski óþægilegur hérna. Já. Eða jafnvel bara að tefla á gegn tvíböðunum. Hann leikur E4 sem er mjög rökréttur leikur. Já, því að nú var í plan Helga að leika bara, já ok, Björn brýtur þetta upp strax. Þannig að halda þessu peði, þá getur maður ímyndað sér að rittarinn hefur verið fljótur að notfæra þessu hólu hérna. Þetta C4 peð hefur orðið svolítið veikt líka. En Björn brýtur þetta upp og er þá kannski komið með smá svona meiri dýnamík í peðin sín. Nú fara hann að hóta hann kannski að leika E4 og binda svarta svolítið niður. Já, kannski skynsamlegt hjá Helga að opna þetta svona. Nú eru veikpeð á C3 og E3 hjá Birni. Já, hérna hefði maður viljað leika C4 en þá náttúrulega hefur rittar B4 verið leiðilegur. Nú er hún í á E4, nei E3, vill hann leika E4, nei þá kemur F5 kannski. Spurning sem leysum hann leikur E4. Já, ég held að sé að leggja svolítið undir núna á. Já, það er svo sem þarf að gera það. Getur hann ekki bara hróka? Hlýtur að vera í lagi að skjóta biskup G5 og hróka svo. Já, ekki. En samaskapið þá getur líka verið alltaf lagi að eiga G5 reyti fyrir rittara, þannig að hróka er líklega betra. Jú, það er nú ákveðin dýnamík í þessu hjá Birni. Rittara F6 tilbaka. Það er smá dýnamík í þessu, já. Ja, þetta er more like it, sko. Mér líst miklu betur að þetta heldur en þessar rólugu stöður sem að hann var ekki að leysa alveg nógu vel. Hérna býður hann líka upp á það að Helgi þurfi eða einhverju tíma. Mitt.
setur smá svona vandamál fyrir Helga. H5, það var nú örugglega ekki planið. Ég ætla ekki að fanga. Það var þetta að lesa, varalæstur hérna, frekar auðvöldur. Ég ætla ekki að fanga. Nei, hann ætlaði hérna vantarlega að leika peðin til H6. En hann fattaði ekki henni mátlipa. Eða þá hann leikði í óvart þannig. En þetta gerir stöðuna töluvert erfiðari fyrir Helga því að nú er hann búin að veikja Kongsvækin töluvert. Já, heldur betur. H6 hefði verið töluvert betur leikur þetta. Og þetta er smá mótlandi og Björn verður að nýta sér þetta því að Helgi verður vantarlega að hrista hausin núna nokkara leiki yfir þessara óhefni sinni. Þetta hlýtur að vera að rjómast á að hvítan. Já. Við höfum alltaf leikið eins og við getum leikið Róku D, við getum hendur rittarinn með F5. Það er gott tækifæri. Já, er sem möguleika núna fyrir Björn og... Já, hann kannski einna helst þessi rittar á E5 sem að hérna, svartur bindur svolítið vonu við að haldi stöðunni saman. Rittar F5. Út var að drepa hann á Gunnar 7. Já, ef við drepum á F5, hvernig drepum við tilbaka? Drepum við peð eða rók? Já, jafnvel með rók sko. Og tvöfaldar svo. Já. En það eru þetta... Þarf hann ekki að drepa á F5 eða hvað? Ég menn, er ekki rittar að drepa G7? Mjög það er hóttin. Ég meina það er líka örugglega fínt að taka með EP á F5 og nýta sér síðan þessa sterku biskupa sem að hvítur Já, hann tekur með rók. Ætlar að fá hinn rókin á F1, tvöfaldar rókana og pressa á þennan leppaða rittar á F6. Helgi býður skipti á drottningum og nú gæti Björn skotið inn skák á B3. Já. Og svo taka á F6 bara ekki, hvað ætlar Helgi að gera? Ég er ekki orðið mjög erfitt fyrir Helga. Við sjáum líka ef hann leikur drottning C4, þá má örugglega drepa á E5. Já, þá kemur skemmtilega millilegur. Sjáum drottning C4, drottningin er völduð, en rókutur E5, drottning B3, rókutur B8, skák, millilegur og svo tekur hvítur drottningin tilbaka og hefur unnið mann. Það kongar H7, nú held ég að mig bara drepa F6 og koma með rókana. Já, maður drepa H5 eða F6. Já, hann H5 er þessi líka, já. Já, Björn verður að nýta sér þetta, hann er með síðan svona, það er jafnvel möguleikjan með að drepa á E5 og skáka F7, sko. Já. Einu sen sem fyrir Helga er einhver skák á E3 og rittari G4 með Já. En samt hann hefur kannski ekki tími í það því að drottningin kemst inn á F7. Ok, Björn gefur sér tíma í þetta, hann ætlar greinilega að nýta þetta tækifæri. Hann fær nú ekki svona tækifæri í hverju skák. Nei, þetta er eiginlega, gæti verið algjör lykilpunktur í þessu einvígi. Já, þetta getur verið leiðin fyrir hann inn í þetta aftur. Helgi með 4-1 fórustu, það vantar ekki mikið upp á til þess að tryggja sigurinn hérna. Björn er peði yfir og við sjáum að Helgi getur ekki leyft sér að fara mikið með rittarann. Nei, þegar með rittarann það var hann nánast mát. Og tíminn er að skerðast hjá Helga, hann leikur róku D8. Praktist hjá Bjössa, hann bara kemur með hinrókinu sóknina strax. Og er með betri tíma núna. Okkur eina 7. Stoppar allar hótanir hann á F7-ritnum. Ok, nú ætlar hann bara að ná í þetta peðan H5. Já, og hótar að drepa á E5 líka held ég og fara inn með drottningun á F7. Það má hann ekki gera það núna. Rókutur bara E5 og drottning F7. Já. Ég held að þetta sé resigns. Jöp. Já, herðu, smá vísir að kompaki. 4-2, já. Og Helgi er það með hvítt. Já, ætli Björn breyti eitthvað sinni í nálgun eða... Já, hann hefur leikið D5 í skákunum hingað til og nú gefur hann sér... Gefur hann sér yfir 10 sekúndur í fyrsta leik. Hvað ætlar hann að gera? Hann var leikur D5, já. Þetta var bara eitthvað lag. Sýndist það. Og biskup finnur 5, já. Ok. Nú þarf hann að... Ekki talin kannski vera besti leikurinn fyrir svartan. Það sé með eitthvað...
Hvað er Björn með planað eftir Það er nú þannig að passa sig, nú er þetta náttúrulega eftir dressast bara hvað er hann ekki þetta er eitthvað fyrirlegt mix en við erum svona bara að vera að ganga alveg upp. Af hverju glottir Björn svona? Hvað er hann að F5 núna. Nei, þá tekur hann DF. Nei, ég veit ekki, ég veit ekki alveg hvað hann er að Já, hann er eitthvað að brjóta þetta upp allavega. Já. En það fer bara mikil tími í þetta. Hann leikur í delta í 7. Ég er 4 núna, hvað? Það er svona prinsipleik. Principle move. Já. Nokkulega sem ég hugsaði, sko. Björn hefði kannski getið verið sáttu við stöðuna ef hann hefði náða. Ef hann hefði nálega F5 að fá eitthvað svona grjálkar, þá held ég hann hefði verið sáttur. Já. Nú... Já. Ætlar hann að leika E5, já, gerir það. En þetta er nú svona staða sem hlýtur hann aðeins betra hvítan bara. Já, Rókur kemur á D, nú svartur með hann sé marga menn hérna í skotlínunni. Gefell, biskup G5, já. Þetta nú við. Bakkar á H4. G5 verður mjög bjössalega leikur en jafnframt faranlegur. Nei, það er svo mikið. Stofningin er 7, já. Já. Já, spurning hver tekur fyrir að skarið þannig á miðborðinu. Helgi hingrar með það að drepa. Finnst þess að það sé eitthvað aðeins off hjá svörtum en kannski er þetta bara alltaf leið. Já, ef við ímyndum okkur að það væri hvítardabiskupar inn á borðinu. Hvítabiskup á D3 og svartabiskup á B7, þá væri þetta svona einhver gamaldags semislaf staða, sko. En ég held að sé vandamál fyrir svartanum þetta að vera við erum ekki með svartabiskuppin í sumum tilfellum í þessu. Já, hvítardabiskupin. Hvítardabiskupin, já, það er mitt. Já. Þetta er náttúrulega augljóslega mjög mikilvæg skák. Ef Björn er einhvern veginn að klöngrast í gegnum þetta. Já, ég tala ekki með að næði að vinna núna, þá er þetta galopið. Já, fara hvítt og hefnaðist ágætlega hjá mennskileikurinn og kannski er það eitthvað sem maður getur leitað aftur í. Riddari B6 og nú gæti Helgi tekið á C6 og þá er Björn með stakt beð sem er nú þó samt ekkert sérstaklega veikt. Ekki þannig. Gerir það. Og þá kemur G5. Já, þá kemur G5. Hann gæti ekki setja á sig lengur. Nei, við erum ekki heilt innvíð á þess að Björn úði einu G-piði á svo langt. En þetta er endar skilur eftir smá veikleika á F5-brettnum og spurning hvort að Helgi, ef ég þekki hann rétt, fari ekki að lauma riddar að þangað við tekja fari. Getum ímyndur okkur að riddarinn hoppi hérna til þess að D niður á F5. Mikil svekkja og svo er jafnvel möguleiki í framtíðinni þurfum að koma sér biskup undan, kannski búin að leggja F-pennu biskup F2 að fara með riddar að G3 á F5. Það er allavega ekki gott ef að hvítur riddari lendur á F5-reitnum. Þessi riddari getur líka mögulega að fara í gegnum F1-reitin, líka hrókur í riddar F1. Já, ég hugsa að sjáu það fyrir sér. Hrókur F1, já, hann byrjar náttúrulega því að valda þetta B-peð. En ég held að hrókur F1 kjölfæri kem ekki á vart. En hvernig völdum við þetta peð? Byrjum á því. Já, heldur að leikja hrókur B. Leikur hrókur B, það er svona smá. Gefur samt aðeins eftir að þurfa að færa hrókin af góðri línu. Og valdi á riddaranum til þess að valdi eitthvað peð. Ætli Björn fara með riddaran á A4 núna eða? Hann gerir það. Og ef tekið A4 má taka D2. Já, þarna kiftist Helgi við. Já, hann misti bara af þessu.
Hann mistaði þessu. Hann er kannski bara heppinn en þetta er ekki verra, sko. Já, vegna þess að hrókurinn er í uppnámi ef drottningi tekur A4. Já. Biskup A5, aðeinsveruleikur. En nú er þetta orðið... Kannski var... Já, mátti hann taka E4, veit það ekki. Já, hann rónið E5, hann gleymir sér. En nær... Jú, Helgi nær fókus. Hann rónið á Ég held að þetta hafi ekki verið nóg gott hjá Bjarni. Má sjá, hann getur líka hrókur E8, biskup F6, drottningur A4. En það rónið á B8. Hann dreipur á... En þá er hrókur D8 eða hvað. Eftir biskup B8 ætlar hann leika hrókur D8 og ná í hennan biskup, hann dreipur á F6. Þá var hann biskup C3 tilbaka og hrókurinn fer eitthvað. Já, kannski að Björns að sleppa hana. En býtum við, tekur á B2. Og hann tekur á B2 með hrók. Hvað er að gerast í þessu? Hann verður vantilega að taka á B2 aftur. Já, hann má ekki leyfa honum að taka B8. Nei. Og þá fellur kannski A2-pið. En svarta kóngstaðan er mjög veik. Virkilega veik. Virkilega veik. Drótning 1-3, það er rónið á A7 sem getur verið óþægilegt. Það þarf að byrja að valda hrókin. Já, biskup B6 kannski ágætismeileikur eða hvað. Já, allavega hefur auga með F. Drótning H3 kannski leiðilegur. Mjög leiðilegur. Já. Krókur F2, krókur mútið bragði en dugir til. Drótning C8 skák. Hann er mát. Er hann mát? Nei, byttu nú við. Byttu. Kóngurinn fyrir H5. Byttu nú við. Drótning fyrir F7 og hvert fer hann? H4 og H3 og ber fyrir með G4. Hver er mátið, dómari? Byttu G3. Nei, G3 kongur, G4. Drótning E6 kongur H5. Já, hann getur líka... Það verður að fara G4, það er einleikurinn. Getur hann ekki... Nei, drótning E6 valdar E4-pið. Þannig að getur... H... Já, hann leikur sér mát. Aja. Ok. Ok. Þar fór það comeback, en... Bjössi var... Maður fann svona þefinn af því að maður er komin í stöðu sem eiga að henda honum. Já, heldur betur. Svona barningur, tímarhag. Og ég held að Helgi hafi verið heppinn. Hann kipptist við þarna. Já. Hann misti á þessu leik. Og það var bara heppinn í stöðunni, hann tapaði ekki on the spot. En svona er skákin. Staðan 5-2 og nú verður Björn að vinna það sem eftir er. Já, ekki eina, ekki tvær, ekki þrjár. Heldur 4 skákir eru það. Það er rétt. Nefn hann hafi svart í Armageddon og gerir aðtefli. Já, hann er þá komið bakið upp við vegg. Heldur betur. Og leikur. Ansið hrættur að lengja stælanir. Með Byrni Þorfinnssoni, séur komin í stór hættu. Já, ég hrættur það. Það er í 4, Bjössi hristir hausinn. Já, hann veit að þetta er orðin erfið leið tilbaka. Nú ætti hann kannski bara að hugsa að tapa ekki jafn stórt og Bragi bróðir á móti Helga daginn. Það var, já, Bragi stóð nú vel í hún, hann komst yfir hann að 2,5. Já. Það var hörgum við. Þannig að það er svolítið löng leið fyrir Björn að gera jafn vel og Bragi bróðir. Það hefur verið svolítið skáksagan hans í gegnum ferilina. Bragi bróðir alltaf hans undan. Já, og markmiður er yfirleitt alltaf að vinna eða þá til vara að gera betur bróðir. Já. Hér eru við með einhvers konar samsöðu af London System og ég veit ekki hverju. Já, ég veit ekki hvað það segja. En Björn hann er eitthvað að reyna að hræra upp í þessu, en akkur hélt hann ekki bara áfram með enskalíki sem gekk bara glimrandi hjá hann maður. Einmitt. Algjörlega, fyrir með biskupinn á D2, það er nú ekki mjög glæsilegu staði fyrir hann, en Björn gretti sig yfir þessu. Mér sýnist svona hvítumennir séu hálf Já, þeir rappir einhverjum fáránlegum stöðum einhvern veginn. Já. Rittarinn á A3, biskupinn á D2 og hrókur einum sem undirbýr ekki neitt. Þannig að ég held að Svartur sé nú bara með syngjandi góða stöðu og ætla hann ekki að leika bara F5. Eiginlega, hann er að fá bara sömu stöðu með skipti litum og hann er að vinna Bjössi. Já, það er eiginlega málið. Má eiginlega segja það á mörguleiti. Og svo Helga leikur biskup A8. Valda biskupinn. Nei, þetta er 4.
Þetta er E4 góða leikur og getur tekið biskupinn en hann er samt svo slakur, hann kannski gera það ekkert bara. Nei, mitt. Það er góður riddari, en þessi biskup, hann er bundinn inn af eigin peðum. Ég held að þetta sé nú eiginlega bara hálfgerð skítastað við Bjössa og spurning hvort að bara einhver lítill krútlegur leikur eins og biskup C6 Já, sé mjög erfið viðurinnar. Valda Já. biskupinn, hóta peðuna A4 það er rétt, og þá er allt í henni D4 fara að leggja í lottinu líka. Dróning finnur 5. Já, ég ætla að reyna að jinxa þetta. Mér sýnist þetta við algjörlega að vera búið. Bjössi er orðinn bensinlaus. Já, hann hótar endur að drepa á E4 núna og síðan á D7 en það er engin innistæð fyrir þess að drottningu þarna á F5 held ég. Nei, ég held að Helgi sjá nú í gegnum það einhverja einslægshótun hérna. Eða tveggjarleikja hótun. Og Leikur er svo valdar hennan hrók hérna. Það er drepa á E4, þetta blir tilbaka. Það er onni í A4, þessi patta hérna. Og Já, það er hægt að valda þetta peða A4. já, og hvítureitin eru að molna niður hjá Bjössa. Veikleikja D3, veikleikja F3. Kóngstæðan er við. Og já, allir Helgi gerir sér ekki grein fyrir því að hann þarf bara jafntefli, þannig að það er ekkert að því að skipta upp á drottningum. Já, þetta er líka það tæknilega vænlega staða fyrir Helga. Hann Já, er ekki bara biskup G4 F3 að koma núna og hvítur eru algjörlega Já, algjörlega fastur. böstið, sko. Biskup E6 er óþægilegur. Já, Svo er líklegt að Helgi komi með kónginn og já, ég meina hvítu mennir eru bara ekki með þannig að léttu menn hvíts. nei. F4 já. Já, þetta er svona desperation in the station. Já, ég hrættur það. Það er ekki miklu líkur að Björn vinni þetta en hann reynir að berast áfram. Hann er nú ekki þekktur fyrir að gefast upp. Nei. En ég ætla að gefast upp fyrir hans hönd, þetta er búið. Því miður fyrir aðdáðandur Björns sem eru þó nokkrir. Skemmtilegur skákmaður og skemmtilegur karakter. Já, heldur betur. En staðan því miður er bara óverfið og töpuð. Og þá erum við ekki einu svona byrjaðar að fara í stöðunni í einvíinu sem er frekar vonlítið líka. Já, það er rétt. En Björn klórar þetta peð af Helga tilbaka. Það er þá jafnt í liðum en við sjáum bara í stöðu sem þessari það sem að Já, hann tapar peðuna A5 á meðan. það er rétt. Hann er peð undir. Já, þetta er orðið mjög örfitt. Já, mér sýnist að undirbúningsvinna Helga fyrir þetta einvíð hafi hafist löngu fyrir einvíð. Það byrjaði hann að skrifa hverja grein Bjössa til að mýkjan, Bjössi kallinn. Já. Skrifaði hann í mokkan. Já, þeir þráleika. Það er þráleika og Já. þá er þessu einvíði lokið og Helgi er komin í úrslit. Helgi komin í úrslit, já. Mætir Hjörvar Steini Grétarsinni sem að hefur lengi verið svona, já, einn af hans uppáhalds nemendum og fór með hann, já, í gegnum megnið af hans ferli. Einmitt. Það verður gaman að fylgjast með því næsta sunnudag. Við ætlum að fara í smá hlé, kæra áhorfendur, og komum aftur eftir skammastund.
Já, velkomin aftur. Við erum komið hrein úrslit í undanúrslit Íslandsmótsins í netskák og það eru Helgi Ólafsson og Hjörvar Steinn Grétarsson sem að munu mætast í úrslitum næsta sunnudaginn 8. desember. Það verður gaman að fylgjast með því. Unnu báðir 5 hálf og 2 hálfur, svona nokkuð örutt. Nei, það var nú ekki rétt hjá mér, það var aðeins jafnar einvið áðan. Aðeins jafnari á Hjörvari og Guðmundi. Já. En við ætlum að þakka styrktaraðilum mótsins kærlega fyrir. Það eru ljósleiðarinn Síminn, Lengjan og Collab sem að styrkja þessa útsendingu. Og við sjáumst hress og kát. Já, við erum hérna að vikuliðinni. Að vikuliðinni, já. Exakt, með úrslitin. Já. Og já, það verður mjög skemmtilegt. Hjörvar Helga. Hvetum ykkur til að fylgjast með því. Master against pupil. Hann mætir fyrir kennara sínum og sagði áðan að það ætti ekki gaman að vinna Helga, en hann verður að láta það leiða hjá og bara býta jaxlinn og taka kallinn. En við sjáum hvað gerist að viku liðinni. Það er spennandi. Ekki missa því, sjáumst í næstu viku.